Blessaður. Ég að græja mig, ég að skipta föt. Já, þá. Síðan Við erum að fara í... Við erum að fara að kasta, sko. Ekki samt fyrir leiknum, sko, þið þurfum ekki að vera hérna fyrir leikin, ég bara að fara að streama honum. En síðan erum við að fara að kasta klukkan 8. Já, ok. Ok, fyrir við. Lilja að gera sér tilbúin. Holy shit. Útsending hefst fljótlega. Það er að byrja á stöðu. Getið nú postað Twitch-un inn á það er sem að strippa Þínu streami.
Heyrist ekkert í okkur í streaminu? Jú, heyrist í okkur öllum hérna. Já, ok. Ok. Það byrði ykkur að... Viltu ekki fara inn á Blueboy, Danny? Jú. Svo vantar stöðlum. Þetta. Ok, þarna... Ég ætla að henda okkur upp í hitt-channelið. Já, ég vantar einn væt í lobby. En já, kæru gestir, ég er ekki að fara að lýsa heldur bara spekteita leikinn hjá, sem sagt, Böðlum og Tröll. Böðlum og Tröll. Það er Macy, Lee Fox og CMD sem er að lýsa. Það er Ingi og Það kannski nægja að græja seinna síni líka en snögt áður en
Ég myndi ekki minnir eitthvað fucking... Hvernig staðan á lobbyinu? Það var að spyrja hvort þú ert reddist inni. Ég... Já, Já, ég held að ég er ready. Það er náttúrulega alltaf öllum senunum inn og svona. Það að mutum okkur og hoppum yfir og ég fær okkur yfir, ok? Þetta er einmitt mjög vinsælt svona control-map til að spila. Þannig að ég veist ekkert að bæði liðin séu einmitt mjög undirbúin fyrir það sem þeir hafa að spila þetta alveg rosalega mikið. Algjörlega. Yes, þannig að við færum okkur inn í leikinn. Og við byrjum á, nú man ég ekki hvað þessi partur mapsins heitir, en þetta er allavega ekki inniparturinn. Manst þú hvað hann heitir, Þorgerður? Heyrðu, nei, það er alveg stólið frá mér í augnablikinu. Yes. Það er bara, maður reynir alltaf að muna öll þessi nöfn og öllum þessum möppum og það bara flækist svo fyrir manni maður. Já, maður man svona búsanpartinn, en öll Já. svona undirmöppin er ekki alveg auðvelt að vinna Skipti. eftir. Skilst að þetta sé shrine sem við séum að byrja á og við færum okkur þá hérna inn í leikinn og við fáum að sjá hérna hvað liðin ætla að byrja á því að velja. Lítur út fyrir að böðlar ætla að vinna með svona dive comp og með Dífu og Winston á töngunum en eru með Sniper og Widow og Tracer. Á meðan hjá tröllanum þá verður mér bara mjög svipuð komp nema Já, að ég myndi segja það. tröllar eru bara ekki búin að velja hetju og sýnist hann að við ekki alveg verið tilbúin fyrir leiki til að byrja. Skipti. Þannig að við ætlum að restarta leiknum. Eitt spilarinn var ekki tilbúin, það var eitthvað aðeins upptekinn. Við byrjum aðeins snemma á þessum. Það er bara að það byrjuðu bráttur. Aðeins og fljóta okkur. Aðeins. En við sáum þarna eiginlega eini munurinn í hetjunum sem völdu voru Díva hjá böðlum og Saria hjá tröllum. Og Já. þannig að þeir ætla Ákveður að sem kjósa bara með Winston. einmitt, þeir ætla að kjósa svona dive playstyle. Þeir ætla að hoppa inn og reyna bara að gera eins mikið skaða eins og hægt er. Og mikið af þessum snýstum þegar maður er að spila þannig svona composition er að fókusin hjá liðinu sé réttur. Ef allir hoppa inn í einu, þá virkar það ekki nema að þeir miði allir á sama gæjan á sama tíma. Ef allir elta bara einhvern sikkoran aðilann og þá kemur eiginlega ekkert gott úr þessu. Allir spilararnir mættir, trölladráp er komin aftur, þannig að við getum byrjað leikinn. Jæja, heldur að þeir haldi áfram að halda því sem við vorum búin að velja áður en að við Já, alveg bóka. þurfum að enduræsa þessu. Nei, ok, þeir breyttu. Þeir eru bæði liðinir að spila sama compositionið, þannig að það er engin munur á hvaða Já. hetjur þeir völdu. Nei. Þannig að þetta er svo sannarlega sömu samstilling af hetjum á móti sömu samstilling af hetjum. Þannig að það er bara, Sumu pælingarnar í gangi.
Já, skildi að þetta sé svona líka svolítið svona metagame núna er að spila þessa samsetningu. Já, algjörlega. En það er svo sannlega bara hæfileika liðsins sem spila hérna í. Það er þá ekki hvað heitir veldi, heldur bara hvernig góður eru. En við byrjum hérna fyrstu lótina og bæði liðin eru hérna að reyna að taka pláss á punktinum. Eleven hoppar inn og Númling bakkar í þokkabót. Það er ekki skilja henni mikið meira af því. Sindri með gott kill hérna í baklínni á Munda. Það vantar einn hjá Tröllum. Klára líka á Axel og Tröllum hérna inn á miðjum punktinum. Og Númling skila líka öðru killi á Eleven, þannig að það eru Tröll sem er að bakka út. Böðlar taka punktinn í fyrst. Já, alveg í byrjun. Þetta er svolítið hættuleg staða fyrir Trölldal. Við höfum séð Böðlana spila þessa stöðu rosalega vel. Þeir eru að setja svona framalega og reyna bara að setja þess mikla pressu þeir geta á hitliði. Algjörlega. Hvort þeir ná að púsa hérna í gegn og yfirtaka svæðið, það verður áhugavert að sjá. Þeir eru búin að dreifa svolítið svona úr sér og reyna að spotta hvar þeir eru, en þá koma Tröllin inn. Sindri og Axel fóru fram hjá hver öðrum og Axel er reyna að komast í baklínuna. Sjáum hvort Sindri reynir það sama. Levin og Stíl ætla að fara bara beint í það að reyna að taka hvern annan út. Mundi með gott kill á Snorlax, þannig að það er mjög gott Widow 1v1 sem var unnið þar. Mikilvægt. En Böðlar svara með því að hoppa bara á Munda og taka hann út úr leiknum. Númling not... Báðar móirurnar eru svona að útgefa hvern annan. Yes. Það er hjá Tröllum. Sindri með hérna glæsilega takta í baklínunni, tekur út báða supportana og Snorlax mættir aftur úr spáninu, kemur og tekur út Leven. Alveg ágætt ulti hjá Gálgafrest, hann náði að skila einu killi með því en kannski svolítið vafa sem tímasetning. Þannig að allir í liðina voru nú þegar döðir. Þetta skipti tók Snorlax út hina Widowna. Þannig að þeir ætla að reyna að skiptast á þessu í gegnum leikinn. Já, það komið að næstu byrjun. Tröll færi sig hérna hægra megin utan leikvanginn. El Maestro var dottið svolítið langt niður og Mundi með gott kill á Blitzet. Það er hættulegt að missa support svona snemma í lótunni. Eða í bardaðum jafnvel. Axel fer hérna inn á Snorlax, nær hann að klára killið. Leven og Gálgafrestur koma inn til að hjálpa og skila 2 killum, þannig að báðar damage spilararnir hjá Böðlum eru fallið niður og þeir þurfa þá að baka. Og núna er þá... Og sjá stratti sem þeir taka hefur virðist verið bara alveg eins og Böðlar vilja gera. Já, Þeir nákvæmlega. vilja báðar pússa mjög mikið og halda þeim sér lengst frá punktunum til þess að vinna þessi stig. Einmitt, og snýst allt tíman einmitt, bara einn að tefja eins lengi og hægt er. En þá er Böðlar komnir inn og þeir eru búin að hópa sér saman á Gálgafrest og Axel. Mjög gott últið hérna frá Blitzet, gefur þeim allan skjöld til að vinna með, en Egil er í svarum sínum, þannig að últið skiptir svo sem ekki þannig í máli, skjöldurinn er til að verja. El Maestro notar últið sitt en nær killi sem Baby Diva. Og Böðlar taka þann bardaga og þeir ættu þá að taka bara þessa lotu mapsins í kjölfar. Já, þeir verðist verið erfitt með að losa sig við síðasta leikmannin hjá þeim, Hanna Fóran. Það er náðu að taka Winston niður í lótin frá Eleven. Flott últi hérna þess að halda þeim aftur en þeir ná að geta snerta. Já, þetta var mjög sterk frammistaða frá Böðlum. Það er, ég held að við fáum kannski að sjá meira af þessu bara í næstu möppum, bara í þokkabót. Þeir eru allavega að standa sér rosalega vel hérna í byrjun. En þessi... Það var samt ekki yfirgnæfandi sigur fyrir Böðla. Þeir eru allavega Tröllin náðu að taka punktinn á einhverju tímapunkti og halda það í smástund. Nákvæmlega, og þeir spiluðu líka nokkuð vel í þokkabót. Þeir tóku punktinn og náðu svo að setja nóg mikla pressu á Böðla til þess að halda þeim aftur í alveg góðan tíma. Já. Og náðu að vinna sér inn bara eða 40% út á því sem að næstu í 50 sem ég telja bara alveg mjög gott, mjög vel spila, góð nýting á tíma. En þá erum við komin í næsta part mapsins og bæði liðin kjósa að keyra sama komp aftur. Sindri og Axel lenda inn í 1v1 inn í Heldpack-herbygginu og Stíl og Eleven fara aftur í hvern annan og reyna að taka hvern annan út. Eleven er svolítið króaðar af á punktunum. Hvorur supporternast náða að kappa honum annað, þannig að hann misti bara lífið sitt. Og Snorlax klárar Axel, en Mundi skilar kill á Snorlax, Widowin hjá Böðlum. En
Böðlar eru samt sem maður búin að taka næst allt plassið á punktinu, búin að íta þeim hérna út þannig að þeir Þessi bardagi sem ekki strax lókinn, þannig að þeir eru komin aftur beint inn á punktinu að reyna að taka svæðið af þeim. Þeir eru bara til að treyta en Axel skilar góða kill á stíl með hjálp á Galgafrestar að segja. Eleven tekur út Blitz þannig að healir þeir bara með 1 healer eftir hjá Böðlum. Mjög vel spilað hérna hjá Tröllum og Tröllendráp notaði sitt eigið ulti til þess að bara tryggja þeir sigri ekki alveg örugglega punktinn. Það er alveg alls ekki mistök að gera. Þá erum við búin að svissa hlutverkum. Þeir Tröllin stjórnar núna punktinum og þurfa að verjast frá Böðlum. Sjáum hvað þeir geta gert til þess að reyna að grípa punktina aftur í sjálfan sig. Þeir eru að plana eitthvað. Stíl ætlar eitthvað að reyna að sníkast hérna og að fela sig frá liðinu ef við reynda ekki ganga. Eleven spottaði hann og við farum strax í hann. Spottaði hann en þurfti að bakka út. Egillari missi lífið sitt þarna í baklínunum með 97% af ultíinu sínu. Þetta hefði verið góð tími fyrir Lucio ulti þannig að þetta var mikilvægt kill fyrir Böðla. Númling náði samt að taka út Lucio og þeir gátu gegn þetta þannig að það verður bara að bíða. Galgafrestar kom út í sitt til þess að tefja punktinn og núna er mjög mikilvægt fyrir Tröll bara að tefja eins lengi og þeir geta gert. Þeir hafa tækifæri til þess að ná stjórna punktinum aftur. Þeir eru að fá spánin sinn tilbaka. Þeir þurfa bara svona að rúlla inn einn og einn til þess að halda stjórnum eins lengi og hægt er. En þeir náðu henni ekkert mikið lengur og þurfa að Stíl ætlar ekkert að gefa þeim neitt pláss og þeir bara beint í það. Mjög vel Við látið að spilað. bakka aftur. Axel tekur út Snorlax, vitt á hjá þeim. Hann var tilbúinn fyrir þetta í baklínunni og þá eru Tröllin með pínu yfirhendi að komast þennan punktinn. Það vantar eitt spilar hjá Böðlum. El Maestro ætlar ekki að leyfa að gefa þeim neitt pláss og flýgur bara beint í það. Og Stíl og El Maestro eru tilbúin í framlínni. Gott ulti og Axel tekur út mekkin hjá El Maestro og El Maestro deyr í kjölfar. Sindri tekur út Munda og Sindri er að skila inn kills hægri vinstri en restina liðinni hjá Böðlum þurfa svolítið að bakka. Þeir eru ekki alveg Böðlum með... þurfa að bakka svolítið mikið núna þar sem að Blitzett annar healerinn þeirra hefur bara drifin og hafa því ekki nógu mikið heals til þess að reyna að hýta á mótið, keppa á mótið fyrir svæðið. Nákvæmlega, en nú eru spánin komin aftur inn og báðir supportar hjá Böðlum eru mættir aftur. Blitzett nota ultið í sitt og þeir ná góðu killi á Egillara en hann nota ultið í sitt líka þannig að bæði liðin voru með skjöld. Galgafrestur hendur í mjög flott dífulti, ítir öllum af punktinum, gefur hellinga fast til að vinna með en þeir koma aftur inn með gott kill á Axel. Geta þeir skilað einhverju meira. Mundi virðist að reyna að ná hérna niður. Það virðist ekki ganga vel fyrir Sindra og Sindri þarf að bakka. Einmitt, sáum Sindri þarna í baklínunni en hann þótt hann að kannski ekki náða að skila henni með kill út frá þessu þá allavega hann hélt hann í burtu í góðan tíma. Og Böðlar klára fyrsta mappið með sigri. Þannig að staðan er þá 1-0 fyrir Böðlum Akranes. Þá má segja hvað gífurlega flott play of the game hérna. Frá Axeli, mikli meistari. Axel var reyndar rosalega duglegur akkurat að fara bak við og taka út svona þessi minni stykkin. Taka út healerna hjá þeim og reyna að ýta þeim þannig aftur með að minnka healin hjá þeim. Voru að sjá þetta gullfallega mið. Þetta er sko refsarinn, RFS, eins og hann keppti undir hérna á fyrri Íslandsmótum. Mjög flottur spilari þar en þeir þurfa allavega að bæta eitthvað svona upp á liðsheildina hjá sér ef þeir vilja taka næstum upp. Þeir spiluðu nokkuð vel, náðu alveg mjög svo að svona challengea Böðla Já. sem er ekki auðvelt að gera. Nei, og höfum við séð það alveg first hand, sko. Að þeir gefa ekkert eftir þeir frá Böðlum. Nákvæmlega. Og fyrst að Tröllin töpuðu þessum fyrsta leik þá fá þeir að velja næsta og það er Hollywood sem við spilum á. En Hollywood er þá svona hybrid map þar sem í staðinn fyrir að liðin berjast stjórn á einhverjum einum punkt að þá þurfa þeir fyrst að skiptast upp í sókn og vörn og sóknarliðið þarf að sigra fyrsta punktinn á mappinu og þá fá þeir lest sem þeir þurfa að fylgja í gegnum restina af mappinu eða kannski bíl frekar. Já, skemmtilegt að vita akkurat að þetta heitir náttúrulega payload á ensku sem er náttúrulega svona yfirleitt akkurat borð við lest
Já. flutningi, en það er mjög skemmtilegt hvað þeir hafa útfært mismunandi hluti í þessu leik fyrir hvað það er. Mér skilst líka að hvort að það sé eitthvað svona vélmenni eins og hann Zenyatta sem er inn í bílnum sem þeir eru Já. að fylgja alla leiðina. Já, Það er akkurat. svo glæsilega luxusbíl sem við sjáum hér. Sá maður er ekkert alltaf hress hversu lengi það tekur fyrir hann að komast frá einum staði til annars. Nei, nákvæmlega kvartar reglulega. Já, Mjög já. gaman að heyra því. En liðin eru búin að velja hetjur og lítur út fyrir að Böðlar ætla að taka svipað dive combo þau gerðu áður en þá með aðeins mismunandi hetjum. Á Já, meðan- tröllar virðast hafa breytt sínu og ætla að taka bara svona frekar svona algengt Já, telst nokkuð hefðbundið þetta. Já, þetta er svona það mest nýtta uppsetning fyrir liðin sem að við höfum séð í gegnum þessu keppni. Klassíkin. Stíl hoppar inn og Böðlar taka plássið til að byrja með, reyna að stoppa það bara við að komast upp en Stíl er slípað, er vel spilað af trölladráp, en hann missi lífið sitt í þokkabót og Böðlar eiginlega bara að tapa nánast öllum hjá sér Já, og ég reikna nú með því að Böðlar ná að snerta þetta aftur, samt sem aður, ná að halda þessu aðeins lengur. já, Winston virðist allan að Verður að gera það bráðum. Stíl virðist alltaf að reyna að koma sér fram en hann bara missir mikið lífið þarna, þannig að hann, jú, nei, hann ætlar ennþá hoppinn, hoppar inn og reynir að taka út 11 og Brooklyn. Sjá þessa glæsilegu tímusetningu það, við hoppa allir inn á sama tíma og passa að enginn sé standi af punktinum á nokkru stundum. Snorri kemur af punktum sem verður punktur lengur en killinn er að fara í áttina til trölls og það eru bara ekki lengur nógu margir á lífi hjá Böðlum til þess að sigrast. Nei, og þau tröll tekið fyrsta punktinn og eru núna farnir að íta eftir bílnum, Alveg fylgja bílnum. mjög vel spilað hjá tröllum hérna, þetta er flott gameplay sem við sjáum hjá frá þeim. Alveg eru að sýna Böðlum hvar bakariði er allavega. Taka það í bakariði. Já, Frekar. Gott kill hjá Gálgafrest á Blitzet og Mundi sem skilar líka inn á Sindra. Þannig að 2 dauðir hjá Böðlum, þeir ná ekki að verjast alveg strax, þeir þurfa að bíða eftir að allir respawni og komi aftur. já, tröll virðist þau að breyta settinutinu sinu og eru komin 11 núna frá Winston frá Reinhardt. Þannig að þeir eru að fara að dæfa aftur eins og þeir gerðu aðan. Það er mjög vel spilað hérna hjá þeim, þetta er góð ákvörðun til að taka. Þessi partur mapsins er mjög góður fyrir svona dive comp, það er mjög mikilvægt að geta hoppað upp á high groundið og stjórna því. Já, Þetta er alveg til að vera mjög góð ákvörðun. Við sjáum hérna Nanoblade koma út frá Böðlum. Þeir eru nátt góður kill á Munda og Önu hjá tröllum og Levin fellur líka og flott útlunótkun hérna frá Böðlum sem við fáum að sjá. Þetta var alveg gífurlega vel samstilt hjá þeim og í þokkabótanum notuðu tröll Hafnarfjarðar öll ultíin sín. Þannig að þeir eru ekki neitt til þess að verjast með núna. nei, og meðan El Mastro sem Diva og Snorlax hjá þeim erum við núna últíðin sín til þess að berjast á móti. Nákvæmlega, og þetta er eitthvað sem að ég held að Böðlar hafa svolítið sérhægt sig í að vera með þetta Sombra ulti, Sombra EMP sem við sjáum koma út. Hann er öllum 6 í því og ég held að sé ekki mikið sem tröll geta gert með þessu. Nei, Fella Axel bara reynir hver á að fætur koma öðrum. samt áfram og reynir að fella niður eitthvað hann getur en hann er fastur í horninu og drepinn af Sindra. Þetta er einmitt það sem þeir gera langbest. Þeir eru svo agaðir með ultinótkunum sína að þeir ná að nýta bara hvert einasta ulti upp á 10 til þess að reyna að tefja tíman eins lengi og geta og halda vörninu uppi eins lengi og hægt er. Það getur verið hættulegt að nota öll ultíin í einu. Já, því þú stendur þá okkur í svo vondum málum að þú getur ekki nýtt neitt til þess að komast áfram og hafa þeir þá meira alla gegn þér. Einmitt. Eleven kemur inn með aggression, tekur út Blitzet en Sindri svarar með 2 killum í baklínuna og El Maestro sendir inn ultíið sitt og þeir þurfa þá ekkert neitt meira heldur en það. Nei, tók hann þá Munda út okkur með últíðinu sínu hjá El Mastro og eru þeir bara í frekka góðum málum. Með að halda þessu eins og þetta er. Mjög vel spilað. Þetta leit vel út fyrir tröllan í byrjun en enn og aftur þá eru Böðlarnir bara með últíðin sín tilbúin til þess að halla bardaganum í sína átt. Já, þeir virðast vera að halda akkurat þeir eru yfirleitt svona með 2-3 ult í geimslið til þess að passa upp á að þeir séu ekki alveg takkaðir yfir. Mjög mikilvægt flott neit hérna frá Numling hittir báða supportana hjá tröllum en vel spilað hjá tröllum í þokkabót þar sem þeir hoppa bara beint á móti og drepa Numling, Stíl og Blitzet sem voru
voru slangandi þarna á hægrándri. Sem er rosalega slæmt fyrir þá þar sem að annar þeirra var akkurat healer og því þurftu þeir að bakka mikið fyrir þetta. Mitt. En það er Nanoblade tilbúið aftur hjá böðlum, þannig að við sjáum líklega eitthvað gott koma út frá þeim. En á sama tíma er hellingur útum tilbúin fyrir tröllin, þannig að þeir geta alveg varast þessu. Nanoblade byrjar hérna, tekur út Axel alveg í blá byrjun, fylgir trölldráp inn í litla herbyggið, en hann er hakkaður, hann nær ekki að gera neitt á móti. Svo Eleven notaði út í sitt, en þeir eru eiginlega bara allir Já, ekki mikið kom frá því. Þeir hafa hent út Bob, en Bob var slípaður af númling. Ég held að þessi bardagi var löngu tapaður, þeir kannski frekar átt að spara últíðin sín til þess að geta komið inn í næsta. Já, þeir hafa samt enda 3 últi, þannig að það er alltaf mikið heal í gangi þegar þeir nota bæði þau últi. Algjörlega. Þeir böðlar eru tilbúinu með annað sombra-últi, þannig að við sjáum líklega að opna bara strax. Yes! Hitta 5, hvað sem er killfáði fyrir það, fá 1, en Sindri missi lífi sitt, þetta er hættulegt. El Maestro og Blitzett eru svolítið djúpt af nynni, en þetta geti enda frekar illa fyrir böðlana. Steel notar út í sitt, en El Maestro deyr í þokkabót. Blitzett fellur og það er bara Steel og númling eftir. En einhvern veginn halda þeir þessu gangandi. Steel með 3 kill, al 1 og númling tekur út 11 á meðan. Einhvern veginn náðu þeir 2 að sigra á móti 5 spilurum. Það er gífurlega vel spilað hjá þeim, þetta var allan ekki, ég leit ekki vel út til byrjunar. Nei. Vel gert hjá Sindra, með mjög snemmt kill á Munda. Og svo er þeir bara allir að berjast inn í miðjunni. El Maestro skilar á Axel. Sjáum við eitthvað meira að koma út úr þessu. Nei, böðlar er aftur bara með svo mikla pressu. Já, og það sem ég finnst vera mest ábyrjandi frá þeim er það hvað þeir ná að króa inni einn og einn spilara til þess að taka út, þannig að hitliði getur ekki komið til bjargum. Nákvæmlega. Vel gert hérna á Sindra og Numa sem að safna nota últíðin sín saman og taka út spilarana með últíðin sín í gangi hjá tröllum. Og böðlarnir taka fyrstu vörðina nokkuð sigurstranglega, en tröllin hafa tækifæri til þess að minni helmingurinn af mappinu búinn. Þannig að þeir eru með góðan tíma og pláss til þess að ná þetta langt, þessu 100 metra. En tröllin hafa ennþá tækifæri til þess að verjast betur, til þess að stoppa tíman af á fyrri punkt heldur en böðlar náðu, þannig að þeir eru allan ekki, þeir hafa alveg góðan möguleika þótt að þeir náðu ekki íta langt sjálfur. En hlutverkunum er skipt hérna, þannig að tröll eru núna í vörn á meðan böðlar byrja þá í sókn. Og við sjáum hérna að þeir velja eiginlega bara nákvæmlega sömu hetjur. Nei, fyrirgefðu, Snorlax er á Widow en ekki Sombra og El Maestro er á Zarya en í stað Divu. Ég hef reyndið sér mikið af því að þetta Steel og El Maestro er núna að fara Winston og Zarya. Mér finnst það að vera rosalega skemmtileg svona sambanda af akkurat þegar þú ætlar að fara hart á móti liðinu og íta hratt inn á punktinn. Það er þetta mjög gott kombo fyrir það. Einmitt, og það er einmitt spilað með kannski aðeins öðruvísi markmiði heldur en hitt. Það er þá frekar en að hoppa inn með Winston Divu og reyna bara að drepa alla samstundis. Þá snúast það kannski aðeins meir að halda liðinu sín á lífi aðeins lengur með skjöldum frá Zaryu sem getur skilað alveg góðum niðurstöðum líka. En við byrjum með næstu lótu og Steel og restin af böðlum eru búin að hoppa inn og taka hellingaplássi. Snorlax með gott kill á Axel í baklínunni en Blitzett deyr svolítið framalega. Þannig að bæði liðin búin að tapa einu spilara, náður að skila ykkur meira út úr þessu. Steel er komin inn aftur, Sindri er í baklínunni. Steel virðist ekki alltaf að gefast upp, hann heldur bara áfram. Það er bara að reyna að taka 11 út. Mjög flott kill hérna á Sindra sem er búin að hoppa mjög djúpt inn og er að taka alla athyglinuna til sín. Mjög vel spilað í honum, gefur hellingaplássi fyrir liðið til að koma inn líka og Sindri skilar inn 2 killum til viðbótar áður en að missa lífið sitt. Snorri er ennþá á snæpernum í baklínunni og ef að Snorri er á lífi að þá deyr andstæðingur. Já, það var flott svona hjá honum Snorlax akkurat í lokin að ná að headshota þessa 2 út til þess að klára punktinn. Ná honum algjörlega. Yes. Steel og Eleven eru þetta saman á high groundinu.
En þetta er svolítið heppilegt fyrir tröllin samt sem það. Þeir eru með gott spawn, þeir fá snemmt tækifæri til þess að verjast á chokepointinu. Snorlax með gott kill á Munda, þetta er hættulegt fyrir tröllin. Egill ætlar að ressa þetta og hann nær því. En þeir eru farin að berjast hægrandið. Stíl er komin upp en er með lítið líf. Hann notar ultið sér til þess að fylla því aftur og ætlar bara að taka alla athyglinina á sig. En Leven með gott kill á Sindra. Þannig að vantar þá einn hjá tröllum en Stíl missir lífið sitt í þokkabót. Þeir eru ekki að bakka en nokkru að hendur frá hann. Nei, hann er farin að bakka aftur af því að þeir hafa svo lítið líf og enga healing. Þeir eru að koma núna aftur tilbaka. Snorlax aftur með gott kill á Munda. Þetta er góð leið til þess að byrja fætinn. Það er að pika út Window og DPS-ina bara í raun og veru og þannig geta ítt áfram. Stöðulegar eru komnir inn og eru bara búin að íta þeim allalega aftur í spánið sitt. Þeir labba bara inn allir 6 saman og tröll geta gert mjög lítið til þess að stoppa það. Það var lítið það til þess að segja. Og þeir halda bara áfram hérna í spáninu og svo lengi sem að þeir halda þeim inn í spáninu og halda áfram að berjast við á þar þá getur Snorlax bara staðið hérna á bílnum allan tíman og ítt honum í gegn alveg frítt. Já, alveg. Þeir vilja náttúrulega ekkert fá það út úr þessu dyr af því að þá er komið til þess að verja en þeir vilja ekki ná því. Þeir gera það. Þeir héldu bara upp pressinu nógu lengi og þá áttu tröll ekki séns að þau komast út. Mjög vel spilað á böðlum. Þeir taka næsta map fyrir sig og staðan er þá 2-0. Þá sjá Sindra með takta hættaskiti. Flottur á Genjinum. Já, mjög skemmtilegt hvað Sindri hefur tekið svona miðað við hvað ég hef séð akkurat frá öllum leikjunum sem ég hef séð að spila hann tekur áhættuna en hann nær rosalega oft góðum árangri með því. Algjörlega. Og sá hann það er mjög skemmtilegt að sjá það því að það er alveg stundum stórkostlegt hvað hann ákveður að gera með þessi play sko. Nær að púlla alveg ótrúlegustu plays. En við sáum hann mjög vel spilað hjá hann það var mjög hnit með það. Hann hoppaði inn með ultið sitt, valdi eitt target drafla, fór beint á næsta og það var bara mjög skýrt hver stefnan hans var, hvert markmið var og hann executaði það bara alveg fullkomlega. Það var mjög vel spilað hjá hann. Já. Hér eru eitthvað að fara yfir hvort að fólk vilja taka pásu en þeir viljast greinilega ekkert taka pásu held ég. Þeir ætla að halda sig keyrandi, action allan tíman. Næsta map sem við spilum verður þá af típunni Attack Defense en þá eru liðin aftur skipti upp í sókn og vörn og snýst á í staðinn fyrir að það sé lest sem við þurfum að íta í gegn að þá er það bara 2 punktar sem við þurfum að taka og eitt liðið vendar punktin til að byrja með og þarf svo að bakka til þess að verja hinn þegar þeir missa fyrsta punktu sinn. Tröllin fá að velja mapp aftur og þeir kjósa Volskaya og það eru þá böðlar sem að fá að velja hvort þeir ætli að spila vörn eða sókn til að byrja með. Og ég sýnist bæði liðin vera klár þannig að spurning hvort þú hoppum ekki bara beint inn í leikinn. Jú. Traveling to Volskaya Industries. Initiating match. Mér skemmtilegt hvað þetta sérstaka mapp hefur verið notað mikið núna undanfarið í keppninni. Einmitt. Það er vilt svo skemmtilegt til að þetta game mode er ábyggilega það mest hataðasta af þeim. Já. Af þeim öllum í leiknum. Þannig að það eru mjög mörg að þessum appum eru ekki beint í uppáhaldi hjá spilurunum. Og það má kannski segja að Volskaya sé með þeim svona skári. Það allavega býður upp á marga möguleika til þess að brjótast inn á punktinn sem er kostur sem ekki alveg endilega öll möppin hafa upp á byggða. Nei, svo gott dæmi sem akkurat París, það sem er held ég mest hata mappið, ennþá. Nefnilega, ég held að sé einmitt í minnst uppáhaldi bara af öllum möppum í leiknum. Það er einmitt bara svona nánast bara svona einn lítill gangur sem hægt er að labba í gegnum og ekkert annað. Gefur það akkurat ekki beint þægjandi fyrir þá sem eru að reyna að íta inn á svæðið. Nákvæmlega. En við byrjum hérna leikinn þar sem tröll er í sókninni og þeir eru með Pharah Mercy en annars vegar þá er restin af liðinu að spila hálfgert dive. Á meðan hjá böðlum eru þeir að spila með Widow og Risa með skjöldin hérna einum meginn, Unu og Hogg. Axel virðist að komast inn á bakið með Tracer og ætlar að fara bara beint á punktinn og reyna að taka út healerina. Það er góð ákvörðun, hann þarf að vera með ákvörð flanki. Mundi með gott kill á El Maestro en missir lífið sitt í þokkabót.
Snorlax nær að skila öðru killi á Axel þannig að hann er ekki lengur það í baklínunni. Nei, það var flott. Anna hjá þeim náði að henda í slíp, svæfan og náði því Vittó að sjötta hættu. Mjög vel gert hjá tröllum hérna, taka plássið bara strax og skila alveg á mjög árangursmiklum killum á báða sem partana hjá böðlur. Og Þú verður bara að halda þessu frá þeim. einmitt, ég held þeir ná alveg að halda punktinu fyrir sig núna. Það er eiginlega engin chance fyrir böðla til að komast inn og hratt. Nei, þeir verðast vera of langt og akkurat voru teknir út í svo mismunandi tímum að það var bara ekki nógu mikil tími fyrir það að koma sér saman og íta aftur á móti. Alveg mjög vel spilað á tröllin. Það vantaði svolítið upp á fókusinu hann hjá böðlum og tröllin nýttu sér það alveg glæsilega til þess að skila fyrsta punktunum, eða stjórna fyrsta punktunum fyrir sín. Já, þeir hafa núna góðan tíma fyrir þess að reyna að ná næsta punkti þannig að það verður áhugavert að sjá hversu mikið tíma þeir hafa eftir eða hvort þeir náu punktunum yfir höfuð. Algjörlega, Snorri með gott skilið á Munda. Það hefur tíman allan aðeins fyrir það til þess að byrja sókninu sína. Og það kannski lítur út fyrir þeir alltaf stóla á svona ringulreið til þess að taka fyrsta, að tryggja sér fyrsta punktin, eða setja punkt segi. Já, Þeir eru að pússa bara svolítið inn í það. Já, Sindri reyndi að fara beint bara inn í liðið á móti þeim og ná þeim út en það gekk ekki hjá þeim sem Echo. Þannig að hann ætlar að reyna aftur. Og tröllin eru búin að pússa eiginlega alla leiðina á punktin en þeir eru bara örfáir lifandi og ég held að þetta sé einmitt svona gott dæmi það sem ég er að tala hérna hjá böðlum. Þeir vilja gera þetta rosalega mikið. Þóttir séu í vörn og þá spila þeir hálfgerða sókn. Þeir taka bardagan bara til liðsins sem er í vörninni og hérna þessi getur reynst alveg mjög góð taktík. Sjá hvað er að gera. Ég veist alltaf ekki að fljóta í það inn núna aftur en er að koma sér saman. Þeir, búin að breyta taktíkni eitthvað aðeins eða ekki nefnir séu bara að leyfa tröllum að koma aðeins nær áður en þeir pusha þá. Snorlax með gott kill hérna á Munda. Það er aftur opna bardagan með góðu pikki á Widow í innliðinni. Já, þú hendur hann bara í Winston. Sindri, yes, copyar Winston, fær nano boost á sig. Gott nade hérna á 11, hann fær ekki að lifa mikið lengur. Og aftur þá eru böðlar að taka bardagan til tröllana, þóttir séu í vörn. Já, íta þeim aftur þannig að þeir náðu akkurat ekki að komast nær þeim. Mjög flott slíp hérna frá Núma, hann slípaði gálgafrest sem datt af mappinu bara því hann var sofandi, náði ekki að bregðast við. Það er vel spilað í honum. Og nú er Steve bara komið fyrir utan spánið hjá tröllum. Ætlar að tefja bara mikið meira. Númling klárar Munda og trufla eins lengi að geta og kaupa tíma. Það er þetta Já, system. rakkaðinn strategi að gera það. Tröllin eru á timer þannig að þeir þurfa að skila niðurstöðum sem fyrst. Mjög vel flott útskynóttugum hérna hjá Eleven. Næra að taka athygline alla á sig þannig að restan af liðinu færa að labba inn og taka plássið sitt. Axel með gott kill á stíl og Gálgafrestur notar Diva ulti sem nær Númling. Mjög mikilvægt kill þar þannig að þeir eru 4-4. Já, Númlingin svolítið restaðar aftur af Mercy frá Blitzen. Og Eleven. Þeir eru komið aftur með báða hílunum þess að. Einmitt, og Eleven restaður hjá tröllum. Þannig að barndan geti ennþá farið í sikur áttina. Já, ætlar svolítið Eleven að reyna að taka út híluna hjá þeim. Axel notar ultið sitt og nær vonandi fleiri kill en bara á El Maestro. Eleven er ennþá að vinna punktum og Blitz setur á Mercy með nano á sér. Og Steel mætir inn öruggur og Blitz setur með mjög flott 2 kill sem Mercy, það er ekki algengt. Og þannig ná böðlar að halda punktunum aðeins lengur. Það var samt tæft hjá þeim. Tröll Já. voru alveg að ná þessu góðu áframhaldi að komast að punktunum en náðu því ekki að lokum. Algjörlega, bardaginn hefði alveg getað farið í báðar áttir. Snorlax er mættur hérna með Blitz með sér, búinn að nota ultið sitt þannig að hann sér hvað það eru. En þeir sjá hann líka og íta hann bara beint aftur tilbaka. Hann sé ekki alveg afdrifaðmesta ultið. Nei, myndi verið þurfa búin að Sindri er mættur hérna á það. Nær hann að klára Blitzet líka, Gálgafrestur er með honum. Það getur verið mjög gott að þeir ná killinu. Þeir ná killinu á Blitzet en Egillari missir lífið sitt í flokkabót. Gálgafrestur missir líka með.
missir einmitt líka merkið sitt og Sindri er tilbúinn að ná baklínunni. Kills er að fara í báðar áttir, en mér sýnist Böðlar koma út með yfirhendina, Spawnin er að fara að mæta og náttúrulega ekki skilja mikið meira eftir það. Nei, eitthvað akkurat að vinna bara að komast sem fyrst til hans til þess aðstæður, en það verðist ekki ná þar sem þeir eru búin að taka út. Einmitt. Alveg mjög vel spilað hérna hjá báðum liðum. Þetta er að, þótt að kannski að líta allt út til þess að fara í áttina til Böðla, þá eru tröllin að standa sig mjög vel í að svona virkilega challengea þá, gefa þeim alveg góða bardaga til þess að það sem eru kannski svolítið hræddir hvort þeir ná að sigra eða ekki. Já, flottu tröllin líka fyrir að taka niður hílarna eins fljótt að geta. Það er mjög flott. Sindri tekur út Axel í baklínunni og Blitzett klára trölladráp og ég held að eina sem tröll geta gert núna er að reyna að klára bardagan eins hratt og geta svo er að tíma fyrir annan. Mundi klára að killa Snorlax en það er bara alltaf margir á lífi hjá Böðlum. Sindri komin yfir á Doomfist sem var alltaf skemmtilegt. Það eru 30 sekúndur. Tröllin hafa 30 sekúndur til að komast inn og reyna að ná tíma á punktinum. En Böðlar gera það sem þeir gera best og taka bardagan bara til þeirra. Ætla ekki einu svona að gefa þeim séns til þess að komast á punktinn. Það er bara beint fyrir á spánið, 3 kill, 10 sekundur eftir. Já, Sjáumst í aftur næsta eins og leik. segir aftur. Að þeir fara alltaf bara beint í það þó þeir séu að þetta var svakalegt úti hjá þeim. Geggjað últi hjá Golgafrest, tekur út 3 en þeir eru að komast ekki alveg á punktinn. Nógu snemma til þess að byrja yfir tíman. Score Það var svo glæsilegt úti hjá þeim. 0. Mjög flott últi hjá Golgafrest en Switching sides. aðeins og seint. Það er náttúrulega mjög erfitt að spila á móti þessu og þegar að tíminn er að líða svona hratt þá telst það nokkuð erfitt. En þá skiptum við aftur um hlutverk og hafa tröll þá núna tækifæri til þess að verjast á meðan Böðlar fara í sókn. Og spurning að sjá hvort að við fáum að sjá eitthvað svona skrautlegar taktík frá öðru hvoru liðinu. Hvort þeir ætla að mixa þessu aðeins upp. Ready for battle. Sjáum strax að Axel ætlar að byrja á Reaper sem er mjög góður einmitt á móti svona dive composition en það lítur ekki út fyrir að allavega núna í blá byrjun að Böðlar kjósi að spila klassíska dæfið sitt. Þeir eru tilbúinu með Orisu og Bastion og Symmetry. Já, þeir virðast ætla mögulega að teleporta beint að fyrsta punktinum og reyna að taka yfir þannig. Einmitt, við sáum þetta svipaða strategíu koma frá öðrum liðum fyrir í mótinu þar sem að þeir nota teleporturinn hjá Symmetry til þess að bara teleporta öllu liðinu á einhvern hagstæðan stað bakvið í baklínuna hjá varnarliðinu og við sjáum að eflaust fara hérna vinstra megin með Bastion og teleporturinn til þess að komast á hægrandið sem fyrst. Yes, Já, þeir þetta er eru mjög komnir inn á algengt vinstri. akkurat. Þeir fara, já. Það er mjög algengt að fara til vinstri akkurat til þess að komast beint bakvið á fyrsta punktinum. Þeir fatta það mjög snemma. Þeir splitta samt upp 4 og 2, það eru 4 inn í baklínunni og Sindri fer yfir á föru með Blitzett á Mercy. Þannig að þeir eru búin að splitta liðinu upp og eru núna að gera árás frá 2 mismunandi áttum, bæði í bakið og í framan á það. Þannig að þetta geti verið mjög erfitt að verjast frá tröllum. Axel er komin inn á baklínuna og er tilbúinn að diska út einhvern skaða. Þeir eru reyna að ná kill á Snorlax. Blitzett missir lífið sitt fyrir Munda, vel gert hjá Munda. Og náður að skilja einhverju meir út frá þessu. Mundi er komin inn í baklínuna, Sindri er tilbúinn með hann og Mundi bakkar út. Stíl með gott kill á Axel og þeir nota ultið sín til þess að efla upp damageið. Egill er með flott húp, hendur Stíl út á mappinu. En á sama tíma þá er Sindri á punktinum þannig að tröllin þurfa að bakka. Þeir geta ekki haldið þessu upp mikið lengur. Bastion er mjög hættulegur. Bastion er komið upp í beint í það sem er rosalega slemmt fyrir akkurat tröllina því að það er bara, þú veist bara 1 kill til þess að hann er dáinn. Nákvæmlega. One hit kill á þessu Bastion. Þetta var mjög góð vörn hjá tröllum að þá er mjög erfitt að spila svona lengi á móti Bastion. Hann bara, þú getur ekki staðinn fyrir framann hann sem bara lífið bráðnar. En þeir eru komin aftur inn, Golgafrestur er komin inn á og Trölladráp notar út í sitt. Á saman tíma mætir Eleven og Eidari en bæði Axel og Golgafrestur missa lífið sitt
nánast samstundis. Já, Það þeir eru eru fáir reyna eftir. að taka út Snorlax en það gengur ekki mikið hjá þeim þar sem að Baptiste, kýlurinn hjá þeim, hann situr yfir svona ódegjanlegan orb eða Já. hring sem að hann getur staðið inni án þess að deyja eða þó að missi líf. Skemmtilega oft er hann kallaður lampi. Það sem Lampi, líkir já. svona lampa. Akkurat. Og engi getur dáið svo lengi sem lampin er á lífi. Nei, í litla svæðinu sem lampin skína. En þá erum við komin á næsta punkt og böðlar eru tilbúinir með flotta sók. Þeir eru komin með mikið pláss hérna á punktinum. Snorlax er tilbúin hérna á Bastion og verður erfitt fyrir tröllin að svara því. Sindri er líka mættur í baklínu með flott kill á báða supportan hjá tröllum og með engin supports er mjög erfitt að halda punktinum gangandi og böðlar taka punktinn nánast samstundis í þokkabót. Það er þá sigur fyrir böðla 3-0. Já, þetta var samt akkurat. Í lokin hjá böðlum og þá voru þeir rosalega mikið að stefna á að nota Bastion til sinns fulls. Algjörlega. Að nota hann bara og passa upp á hann fram og tilbaka. Algjörlega. Fáum að sjá hérna flotta úti í gangafrest. Alveg í lokin á leiknum. Það er 3. Vel gert. Vel spilaði þeim. Við sjáum hvort við getum kannski fengið spilara frá kannski báðum liðum í viðtal. Spurning að hvort við náum að grípa eitthvað úr böðlum fyrst og svo tröllum. Sjá, hver getur mætt. En þetta var þó þokkalega vel spilað hjá tröll hálfdánar hurðar, ekki Hafnarfjarðar eins og ég sagði á. Tröll hálfdánar hurðar, þetta var nokkuð vel spilað hjá þeim. Þeir stóðu sig alveg vel, en það Algjörlega. er að spila á móti fyrrum landsliðinu er mjög svona há brekka til þess að klífa. Já, en það hafa líka eitt svo miklum tíma saman alveg að minnstakosti ár að spila saman sem lið og því hafa kannski meiri reynslu á hvernig þeir spila saman. Algjörlega. Það er með æfingin skapa meistarann, þannig að þeir hafa fengið hellingstíma til þess að æfa sig og svona fullkomna samspilið sem er ánefa mikilvægasti hluturinn í leiknum. Já. Við heyrist hérna að Númi ætlar að koma í viðtal og sýnist mér hann bara að vera klár. Sæll og blessaður Númi og til hamingju með sigurinn. Takk, takk. Já, til Það hamingju var- strákar. Mjög vel spilað hjá okkur, þrátt fyrir að það vantaði kannski nokkra spilara úr aðalrosterinu, en það verðist ekki halda ykkur. Já, Blitz stóð sér svo hitja, sko. Ég sé hérna að þið kjósið núna að samþykja Bastioninn frekar en að streitast á mótunum. Er þetta eitthvað sem eru búin að æfa? Já, við erum að vinna í gegnum vandamál þetta moment, sko. Þetta er bara partur af því. Ég er þá að vitna í leikinn gegn atgerum þar sem að þeir böðlar lenda á móti Bastion-spilara og áttu kannski smá erfitt með að sigrast yfir það, en tókst það þó á endanum. Já, það gerist nú ekki aftur, sko. Þetta var mjög vel spilað hjá okkur. Myndur þú segja að þetta sé svona niðurstaðan sem þú bjóst við frá byrjun eða kannski bjóstu kannski við því að þetta væri jafnvel auðveldra? Það var aðeins og auðvelt, sko. En kannski var þetta bara, þú veist, erfiður dagur fyrir það eða eitthvað. Já, þeir spilaði nú alveg nokkuð vel. Ég var kannski að fiska eftir smá hömbul síðunni hjá þér Það gangi vel með það. Gott spil. Nei, eins og við tölum Mér fannst það allavega að vera mjög vel spilað hjá þeim. Já, þá hafið þið haft meiri tíma til þess að vinna saman sem lið sem við náttúrulega bæði höfum séð og hérna. Já, við erum líka bara smá að sanna, sko, eftir að droppa einu mappi á móti einhverjum mastersliði, þannig að þurftum að koma harðir inn í hennan leik, sko. Já. Þetta er náttúrulega undanúrslitin, þannig að það maður má allan ekkert vera að slakka neitt. Nei, við vorum alveg að gera okkar besta núna, við verðum ekki að trolla of mikið, þóttu við hendum í smá leik. Já, og kannski Sindra fyrst gaman að taka þennan Echo sem hálfgert djók, en hann er eiginlega bara svo góður á hitjunni að ég get falla að kalla það neitt brandara, sko. Já, þú veist, Echo hún er ekki það góð hitja, en ef þú ert ógeðslega góður á henni þá getur hún virkað ef hún er ekki að, þú veist, counter hana. Nákvæmlega. Og trikki að spila mótinni, þannig að ef að hitlið býst ekki alveg við Echo-pikkinu þá reynist það vel.
Þá kannski bara átt þú eitthvað svona uppáhaldsplay úr leiknum? Var eitthvað svona sem skein út fyrir þér? Sko, ég var mjög stoltur að Blitzett þegar hann tók nanóið mitt og valkaði. Og náði 2 killum. Já, Það var Það mjög var mjög vel áhugavert play. gert. og fyrir það, það hitt var svolítið planað en áður fyrir þá nanóði hann bara svona til að halda hann á lífi og ég sagði hann bara að drepa hann og hann spurði bara hvern. Ég var mjög ánægður með hann. Hann Það var engar blóðþyrstur, þarna. Það var bara með beint í Nei, Bloodthirst Mercy, hver vill ekki eina þannig? já, hann Já. heldur ekki aftur það þótt að segja Mercy, sko. Mjög vel spilað hjá honum, ég sá líka að það voru mjög góð tímasetningar á últum sem hann notaði, þannig að það var allavega Já, það stóð sig mjög vel. Það var bara eins og að vera með Fúþark 2.0. Já, basically, hann var líka bara nýsettur upp á hann að Ground Zero. Já, hann er Gæti ekki nátt að sína tölvu og svona, sko. Alveg rétt. Þannig að bara enn meiri props. já, þannig að algjörlega. hann er náttúrulega ekki að spila með sína mús í lyklaborð eða neitt svoleiðis. Nei, ég held hann að bara vera að mæta þarna rétt fyrir leikinn, sko. Svo voru einhver vesinn með headsetið og svona. Hann spilaði vel samt. Algjörlega. Algjörlega. Ert þú með eitthvað meira toppa? Þorgerður, segi. Nei, ég vil bara segja að þetta var bara rosalega flotti leikir hjá okkur og bara þessi gangi ekki vel. Já, takk. Ert þú með eitthvað shoutouts í login, Númi? Bara Blitzett aftur, sko. Hann er bara stóð sér svo hetja. Blitzett, hetjan. Ljómandi, takk fyrir að koma og spjallaði okkur. Ekki málið. Takk. Já, takk. Það var spurning hvort við fáum kannski eitthvað frá tröllum til þess að kannski svona svara smá fyrir þetta. Það er alltaf gaman að hvað spilararnir í böðlum eru fullvissir með sjálfan sig Já, en lykillinn í því er að þeir allavega skila niðurstöðunum á blaðið. Þótt þeir séu kannski svolítið stóri með sig þá eru þeir líka að taka sigrana. nei, það virðist sem að enginn getur komið í viðtal frá tröllum. Þannig að þá bara í raun og veru er þetta enda hjá okkur fyrir þessa leiki. Eins og það stóðu sig allir rosalega vel og eins og við erum búin að taka kannski fram nokkuð oft hérna er það að það skiptir máli hversu langa tíma þessi lið spila saman upp á að geta talað saman og ákveði hlutina sem er náttúrulega alltaf góður hlutur. Yes. En aksjónið hætti samt ekki alveg strax þóttu við tökum smá pásu. Næsti leikur byrjar eftir klukkutíma og það er leikurinn klukkan 8 þar sem nú hefði ég átt að vera með tilbúið hvaða lið er að spila. Ég skal bara checka á því. Það sem að, já, Atgerar spila á móti höfðingjum, afsakið þetta. Og Atgerar þá liðið sem að hann Númi vitnaði í náðan, sem tóku eitt mappa að þeim. Og Já. höfðingjar ekkert verið spilarar sjálfur, þannig að það er líklega mjög spennandi leikur sem á sér stað þar. Náttúrulega hinn leikurinn í undanúrslitunum og liðin sem sigra þessa leiki halda áfram í úrslitin sjálf og liðið sem tapar fær að berjast 3. sætið. En það er þá allt frá okkur í bili. Takk fyrir að koma og horfa hérna á með okkur og endilega kíkið aftur á okkur klukkan 8 þar sem hann Steinoris og Lilja ætla að halda aksjónunni gangandi þá. Já, algjörlega. Takk fyrir. Já, takk. Ok. Þetta er svo stutt og laggott maður. Já. Ok, þá hoppa ég bara niður í casting 2. Hæ Streymi. Halló. Hæ Streymi. Það er ekki alltaf, erum við ekki komin að Við erum komin á stöð 2, það er bara Stöð tónlist 2, og já, það er bara tónlist og ég er þá að vinna í því að setja upp næsta overlay sko. Yes. Já. Ég var bara ennþá að horfa á Stöð 2 sko. Það var Svo átti ég mig á ég bara setti Steinubrekka, ég ekki fara á Verbæ eða. Það var sýndist þetta ekki vera henni text eða neitt þannig. Nei. Nei, þetta leit bara mjög vel út. Betra. Ég geta þá, ef þið vilja, geta það sett í whatchamacallit. Kams. Já, auglýsingar og svona. Já.
hvernig stöðum við þessu fyrst skipti þessu kastir? Þetta er bara bara mjög mjög flott gott, hjá þér, bara mjög flott hjá þér. Já, Já. bara mjög flott. Ég var endilega til að þú myndir bara halda áfram líka. Já, ég alveg til í það sko, þetta er skemmtilegt, ég finnst þetta mjög gaman. Líka að Já. hafa heyrt Inga að gera þetta nokkuð oft. Já, ég nákvæmlega og það er bara glæsilegt að þú hefur áhuga á þessu. Það er bara endilega að þú bara komir aftur. Mér líst helviti vel á það. Þið vitið það á brandana eins og Alveg gott að jafna út eða kynni hlutfallið. Já, Ég mér líst alltaf vel á það. kannski bara við tvær tökum næsta. Ég er stöðlega pepp í það, sko. Takk ég. En alltaf Steini er alltaf my right hand man, sko, þannig að... Já, Ég er alltaf til... Þetta byrjar á svona einu leik. Já, það var mjög gott. Það er líka, mér finnst þetta bara mjög flott hjá þér. Mér finnst þetta bara geðvægt hjá þér. Ég var alveg nokkuð stressuð sko. Já, ég skil það. Þetta er Sko, þetta. eftir gærdaginn í gær, ef við tökum svona 2 leiki, sko, ég var andlega búin á því bara í morgun, sko. Já, Og sko, við erum að tala það að þú veist, ok, vanlega því ég er búin að kasta með Steina á hans streami, þú veist, þá erum við að spila til 4 nóttu, þú veist, ég var át klukkan 1. Já. Þetta tekur rosalega á mentally. Eiginlega bara svipað að vera að taka þátt í löngu móti. Ef maður er að spila einmitt svona 2 til 4 leiki í röð þá ertu bara búinn á því andlega eftir á. Og einmitt að Líka bara, ég fann það sko, þú veist, bara í gær við fórum í Among Us eftir þetta og þú veist, ég er alltaf pepp í Among Us og svo eftir kl. 12 þá er ég bara að leka fucking niður, hvað er fucking gangi? I've never experienced this in my life. Þetta tekur á, sko. Herru, ég þarf að bara eins, ég þarf að klósta, ég er búin að bíða alltaf leik. Yes, Svo líka ekki mál. svona fyrstu mínútunar áður en að maður fer live og beint eftir að maður fer live þá er svona alltaf stressið í hámarki. Já. Náttúrulega sko, ég fekk að vita sko, ég held að þið ætla að kasta báðum leikjum sko. Já, sorry. Þannig að sko, og hérna, og hérna, og Steini segir mér bara, já, við erum bara að fara on eftir 10 mínútur, ég bara, holy shit, ég þarf að gera mig til. Út af því að við viljum hafa consistency á, þú veist, á hérna, Castercams, þú veist, á hans streami. Já. Þannig að við þurfum að gera það og ég bara, fuck, svo kem ég tilbaka, bara, já, nei, þú veist, við erum ekkert að fara að kasta fyrsta leik. Sko, ég vil líka ekkert sko, þú veist, í dag allana, eða þú veist þessa helgi þá sleppum við Castercam á stöð 2 bara út af því að þetta var svo mikið. Það er allt í góðu sko, bara alla fyrir sko streamið á Steina. Ég líka er að núna vinna í því að búa til þannig að ég geti, þannig að við getum verið að sýna highlightin sem við erum að fá og svona. Já, var þetta nóg gott eða viltu fá vídeóin sjálf? Sko, nei, við bara miðumst við þetta. Ég einhvern veginn vinn í þessu og sé hvernig það er hægt að búa eitthvað til út úr þessu. Ég ætla að nota hérna, sjá hvort ég get ekki hérna. Sjá, ég er að... Sjá, Já, ég ætla að vinna í vikunni og vera tilbúið með góð highlights úr þessum leikjum og svona fyrir finals. Já, drikkin. Já, ég ætla nefnilega... Ég nefnilega er að núna búa til sko, að sjá highlights, ég er að svona búa til svona highlights og svo leis. Að sjá, hvernig ger ég... Hvernig var þetta aftur? Ég nefnilega nenni ekki að fara að downloada akkurat núna sko meðan ég er í full on streami sko. Nei, já. Hörum að sjá, hvernig hérna fór maður aftur að taka af sko eins og í Castercam í gær, hvað gerði þið aftur? Herðu, Björgvin, eitt allt stætt. Það er hérna Facebook notifications heyrist í streaminu þér. Ég er búinn að slökka á Facebook. Ok. Yes, þannig að það er, já það var bara eitt Facebook, það var eitt ping og ég bara bup. Ok. Ég hef þá lent bara á nákvæmlega því pingi. Já, það var... Já, það er allt í lagi. Allt í góð. Nema það, sjá, en hvernig gerir maður aftur hérna til þess að hafa sem sagt heimasíðu dæmi? Steini stream. Eins og í gær, Steini. Já, þegar við vorum að setja upp Castercam í gær sko, hvernig gerðum maður það aftur? Það var fór undir standard. Nei, ég er að pæla hvað heitir það? Það er ekki media source, það er hvað, window capture eða?
Yes. Svona, ég bara, svo allt, hérna. Ég er fucking muted. Ég ætla að spyrja Steini hvernig lít ég út. Er það ekki? Þú ert alltaf sætur. Alltaf sætur. Ég var að komast að því að þetta var bara ekkert, þetta er ekki opið á fundlýringinu og símum. Ha? Hvað sagði? Þetta er opinn á dagskrá. Ég gat Það er ekki, þetta, það er þetta. já, ég gat ekki fundið Nei, ég fór upp í sjónvarpið uppi Já. og ég fekk pappa til að leita að þessu með mér og við fundum ekki neitt. Það var ekki á mér heldur og myndlýringinu og símum. Það er hægt að horfa á þetta á netinu allavega. Já. Já, Þetta er opinn á akkurat, dagskrá á þú veist, netinu, sko. Þetta er opið dagskrá nema hvað að bara síminn setur ekki stöðun inn í listan hjá sér þó að þetta sé opið dagskrá. Það meikar enga sens, þannig að ég ætla bara að spyrja út í það. Að þú veist, bara fyrir 2 dögum var það. Ha? Ok. Á þetta skafta IRL eða? Slegin it. Nice. Glæsileg. Þið er líka heiður skilið, sko. Já, þetta er mjög vel gert hjá okkur. En kannski Steini í framtíðinni að við myndum, þú mýtir kannski okkur í stríminu þegar við erum að tala bara alls konar. Notaði hvað, segirðu? Hvað notar þú, Nag? Til að mjúta bara sjálfa þig eða Ertu að nota Voice Meter Banana? Ég bara slekka á desktop audíónu. Ég slekka á mic audíónu og ég bjó til nýtt audíó sem heitir Audio Output Capture sem capturar bara það sem ég heyri. Já, þess að Overwatch. Bara allt sem ég heyri. Jú, það er hella smooth. Þannig að þess vegna eru á Discord og ég heyri sko í ykkur kasta og þar alveg enn heyri streamið að ykkur tala. Herru, Ég skal ta- takk hérna. Yes. Já, herru, segð það. Takk fyrir kvöldi. Takk fyrir að taka við okkur, Lilja og Steini. Yep. Mistum var. See you again. We will take things over. En já, ég skal bara reyna að redda þið fyrir þá næstu streams að setja upp forrið sem að getur skipt. Herru, þeir eru að biðja, en fólk er að biðja okkur að mjúta okkur á streaminu þannig. Hæ? Það verður að biðja okkur að mjúta okkur á streaminu. Bara, þú veist, á streaminu þínu, Steini? Á streaminu þínu, sko. Það heyrist ekki í okkur. Greinilega þau vilja bara hlusta tónlistina og ekki okkur. Hvað sér það? Það var verið að senda með skeiti. Já.
just gotta keep moving forward.
Já. Ok. Steini. Herru, ég byrja að telja niður frá 10 og eftir það að þá unmute ég og þið eru þá komin live á Stöð 2. Já, ertu að fara að gera það bara strax? Þið kannski vilja eiga smá tíma í að tala um liðin og svoleiðis ekki? Ok, hérna Steini, kannski hvort að þú byrjar á að kynna liðin, þú veist, Höfðingi Búðardals og Atgerar hlýðandri að spila í kvöld og þetta er útlistakeppni í efri deild Almennabikarsins. Lalala. Sá sem fer með sigur á hólmi í kvöld keppir fyrir fyrsta sæti, keppir fyrir fyrsta sæti næsta helgi. Já, keppir upp á fyrsta og öðru sæti, já. Já, segi það. Já. Það mun vera Caster Camps þegar ég byrja, þú veist, þegar við förum live á Klæðaborg eftir Caster Camps. Ég skal taka útskýringuna á, þú veist, sá sem er hærri í riðlinum fá valja fyrsta mapp eða fyrsta borð og það eru hver eru í neðri riðlinum? Atgerar er nummer 1, höfðingjar númer sem sagt, Atgerar nummer 2 og höfðingjar enduð í 3. sæti. Þannig, já nei, sem er hærri í sítinu núna? Atgerar eru hærri í sítinu. Atgerar, ok. Atgeirar. Hörru, það er verið að skipta út ykkur. Ok. Sér hann að vera að Stebbi er að fara út og það þarf að að sjá til þess að Stebbi sé yes. Hörru, þið segir hvernig þau til og ég byrja að tella niður. Og eru þið búin að velja mapp Legion Tower? Já. Þegar þið eru til þá byrja ég að tella niður. Ok, ég er til, Steini. Já, bara... Já. Ég býð bara eftir þér. Held að ég sé að vera til, ég það bara svona... Það er bara að koma manni að stað í rauninni. Ok. Bara þegar þú ert til. Atgerar hlýðarenda og Höfðingjar Búðardals. Yes, ég held að við séum það klári. Ég ætla þá að hendi í Caster Camps og Nagma og byrja að telja niður. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Góða kvöldi kæru áhorfendur og velkomin í Almenna bikarinn sem er íslensk Overwatch keppni eða bikar. Og í kvöld fáum við að sjá Höfðingja Búðardals og Atgerar hlýðarenda keppast hverjir fá að keppast upp á fyrsta og annarsæti á móti Böðlum sem voru að keppa á móti Tröllum fyrir kvöld. Og liðin eru uppsett af í Höfðingjum eru Strandaglópi, Lil Gesto, Elo, Nonsi, Moominrider, GKR og Finnsi. Og í Atgerum eru Rungi, Krissi, Avi, Vigfúsaukur, Naddi og Daddi Björn. Ekki maður að glemma Otters líka? Já, og Otters, afsakið. En allavega, fyrsta mappið er Lijiang og sá sem er hærri í riðlinum eða sítinu fara að velja fyrsta mappi og þeir völdu það mapp sem voru Atgerar sem völdu það mapp, þannig að við fáum að sjá eitt gott control mapp eða borð á góður íslensku og ég er mjög spennt fyrir þessu leik, Steini. Já, þetta verður hörkeppni þar sem að Höfðingjar hafi verið gríðarlega sterkir í riðlinum en enduðu í 3. sæti. En bæði liðin eru sem sagt með 2 sigra og 1 tap í riðlinu sem var og eru þá núna að fara að keppast það að komast í fyrsta, að keppast það. Keppast að komast í finals, í loka keppnina. Ég held að þessi leikir verði mjög jafnir. Það eru mjög sterkir aðilar í báðum liðum. Sérstaklega að eins og Finnsi er í Höfðingjum og hann er búinn að vera mjög sterkur á senunni undanfarin ár. Hefur keppt í Overwatch League sem er besta deild í heiminum. Í heiminum í Overwatch, en þar á móti hefur við Krissa og Avi í Atgerum sem eru
svona að mínum mati bara bestu svona potential leikmenn í DPS-seinunni og að til dæmis. Þannig að við sjáum hvað Finnsi gerir á móti þeim. Það sem ég þekki ekki það mikið til í DPS-una í höfðingjum. Þannig en annars þetta búið að vera mjög sterkt hjá báðum liðum í almenna bikarnum. Já, það kannski fínt að útskýra svona aðeins hvað Control Map eða King of the Hill. Þá sem sagt það eru 2 lið keppast við hvort annað og það 1 punktur í miðjunni sem að liðin þurfa að ná og þurfa að halda honum upp að 100%. Og þá sem sagt þetta best af 3 og þurfa þá að ná 2 umferðum í því borði. Sem sagt það eru 3 mismunandi svona undirmöpp í Control. Og þeir þurfa, þeir fá bara handhafi, leikurinn sjálfur velur að handhafi hvaða mapp þeir fá eða borð þeir fá og þannig að þeir þurfa að æfa það vel ef þeir ætla að spila saman vel. Jú. Þá held ég að liðin séu bara að verða klár og við förum að fara koma okkur inn í fyrsta borð. En já, Avi og Krissi hafa akkurat verið gríðarlega sterkir sem DPS-ar fyrir atgera, hafa akkurat átt gríðarlega góða leiki. En við vitum að höfðingjar hafa sterkan tank sem skiptir mjög miklu máli í þessum leik að búa til space fyrir DPS-ana. Þannig að hvort að þetta gæti verið hnífjafnt út af því við vitum að Finnsi ótrúlega sterkur en við vitum líka að Avi og Krissi eru ótrúlega góði DPS-ar. Þannig að ef að Finnsi nær að neita DPS-unum hjá hvað nafnið aftur? Atgerar. Hjá atgerum þá gæti þetta vera fyrir opinn leikur fyrir bæði liðin. Það bara fer eftir hver að fara að spila betri leikinn. Já, og hérna eru þá bæði lið að velja hetjuna sínar og getur verið gríðarlega mikilvægt að velja réttu hetjunar þar sem ef þú ert ekki með góða línu af hetjum þá einhvern veginn bara taparu automatist. Já og nei, en þú veist það fer allt eftir svona einstaklingsbundið spil eða individual play. Þú veist hvernig þú spilar, hvort þú getur spilar hetjuna rétt og getur nýtt þér hvað alltaf að gera. Við sjáum í atgerum þá Rungi á Díva, Ottes á Moiru, Krissi á Sombra, Natti á Lucio, Avi á Symmetra og Daddy Björn á Monkey. Og í höfðingjum þá Nonsi á Ana, Moominrider og Reinhardt, Lil Gesto á Reaper, Finnsi á Saria, GKR á Symmetra og Strandaglópi á Lucio. Við sjáum að þeir taka báðir Symmetra, þannig að það getur verið mjög sterkur fight bara beint að punkt. Nema þeir típja ekki að punkt hjá atgerum. Gæti verið frekar slappt. Moominring tekur mekkin hjá Runga, Moominrider menni. Og þeir bara að halda punktinum. Það rauninni bara, bæði liðin bara smá svona slást að pota í hvort annað, að reyna að byggja upp ofurhæfileikann sína eða ultimates þess að ná... Höfðingjar með punktinn, það coalescence hjá Ottes. Ég veit ekki hversu gott það það beat, þetta svakalega, frekar gott beat hjá honum Strandaglópi, já. Við erum að sjá að ulti-chargeið að fara frekar hratt upp hjá báðum liðum bara þótt að það eru 26 sekúndur búnar af punktinum.
ég vil sjá að Krissi fara að gera eitthvað skandaleina. Hann er að hugsa sem býða til liðinu sínu. Hann er að býða eftir einhverju ákveðnu hakki. Erfitt fyrir hann að komast að punkt með liðinu. Það er graf frá Finsa. Frá Daddy. Lil Gesto tekur Daddy og Natti tekur Gikor. Lil Gesto hendur í Death Blossom. Tekur Avi. Natti deyr. Krissi þarf að bakka núna. Nei, hann hefði átt að bakka. Hann fellur. Og höfðingjar virðast halda bara nokkuð sterklega punktnum. Lentu hana í smá hyggsta en kom sér aftur á strik. Við sjáum hérna að Moominrider er með Shatter og þeir eru mjög nálagt fótambarrier. Death Blossom frá Avi, tekur 2, Daddy tekur Moominrider, Rungi tekur Lil Gesto. Nano á Finsa en hann fellur þetta sem áður. Það er res á Avi frá Notta og þeir taka fyrstu prósentunum sínar í... Þetta var gríðarlega vel spilað hjá Krissa þar sem hann náði að hakka Moominrider og þá hafði hann ekki möguleika á þess að stöðva árásina hjá atgerum. Fengur það bara frekar greiða leið inn. Finsi hendur í annað graf, Moominrider charger og drepur Runga, Lil Gesto fellur Dattybjörn en Avi tekur strandaglópa. Natti reynir ressið en hann fellur fyrir Finsa og mér sýnist að þeir taki... Nei, hérna við sjáum að Krissi reynir að snerta punkt fyrir overtime. Krissi hendur í EMP, snertir aftur punkt. Getur Rungi komist inn á punkt? Nei, ég held ekki. Gríðarlega vel spilað hjá höfðingjum, mistu punktinana í einhverja 30 sekundur en náðu nú síðan bara mjög sterklega aftur. Akkurat. Með góðu grafi hjá Finsa og... Við sáum hér bara hversu þeir eru fljótir að byggja upp ultimate. Bara við vorum ekki svona byrjuð að kasta og það var bara ultimate bara hent út hægri vinstri fyrstu 20 sekundunar. En við sjáum hér að í 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. Teleporter online. þeir eru að fara sterkir inn hérna TP á punt. Náður að verjast, það er TP í glugganum. Hver tekur yfirhöndina? Rungi er mjög low, hann þarf að passa sig á þessu turret. Þeir þurfa að taka turret svona eins og upp í veggjunum. Krissi tekur Lil Gesto en þeir svara fljótlega með því að taka Runga í burtu. Natti nær Ressi. Bæði liðin eru bara að slást, byggja upp ofurhæfileikana sína. Krissi tekur Gekar og strandaglópa. Rungi notar Earthshatter og þau nota Nano líka sem kannski hefði ekki endilega þurft, en það er ekki gott að segja það sem hvað leikmennin er að hugsa í hita leiksins. Já, akkurat. Þeir þurfa núna að halda frekar vel. Rungi er að halda góðu presensi á frontlínunni. Finnsi hendur í graf, nær Runga og Dattybjörn til að taka báða. Krissi hendur í Death Blossom en deyr fyrir GKR. Avi á punkt, Natti hendur í res á Krissa. Nær því með einhverjum ólíkindum. Og Krissi ætti núna að fara á Moominrider en hann bakkar á okkur ástæðum. Hann hefur getað til nægjað að Moominrider færi á punktinn til hjálpa liði sínu, en þeir bara falla. Þetta fellur fyrir Finsa. Finsi er að koma sterkur inn. Finsi er akkurat að ná rosalega mikilvægum gröfum fyrir liðið sitt, fyrir höfðingjana.
Hann er líka að byggja upp graf frekar bara hratt og svona, hann var semi-búpp þarna, finnst sér í smá bobba, en Shatter frá Moominrider, það er graf frá Finsa, Rungi fyrir út af mappinu, út af grafinu í veggnum, Naddi fellur, Afi hendir sér bara út af, eða hvað? Nei, hann kemst út. Reyna að koma svona laumulega tilbaka á þess að vera drippinn. Þetta var frekar verið að spila hjá honum að ekki eyða damage hjá höfðingjum. Þetta ekki gefa þeim ult charge. Við sjáum hérna í atgerum að þeir fara hægra megin. Geta þeir gert eitthvað hérna. Við sjáum að Avi er með barrage. Lil Gesto kominn í hliðina með Death Blossom. Spurning hvort hann hendi í eitthvað stórt. Gekkoðar hendir Riptire. Lil Gesto tekur Daddy Björn. Gekkoðar tekur Runga. Avin er bama Moominrider með barrageinu sem er frekar slappt. Hann þarf að fá meira út úr ultimatinu. En náttúrulega liðið hans féll svo hratt að hann hefði kannski ekki eftir að nota í þeim tímapunkti. Lil Gesto er með Death Blossom. Þeir eru að spila fyrir það. Okkur sér hent út af mappinu. Og það er Death Blossom að koma frá Lil Gesto. Tekur báða. Krissi í bakinu á Lil Gesto. Nei, hann fellir fyrir Moominrider. Naddi tekur ressa Runga. Finsi nær Nadda. Og nonsinnar Avi, einu sem er eftir er enginn. Og höfðingjar taka fyrsta map, eða fyrsta roundið. Borðið. Nei, fyrsta map. Og finnst við hérna með Play of the Game, stóð sig akkurat gríðarlega vel með hrikalegum gröfum fyrir liðið sitt. Þess að sjáum hér að Rungi fer inn í vegginn, hann tóast af veggnum og hann fellur síðan niður í hóluna, ofan í vatnið. Þetta er akkurat svona level of play sem að maður má svona búast við landsliðsmönnum eða fyrir landsliðsmönnum. Ég held nefnilega sko að Finsi sé að halda svona liðinu sínu saman með því að búa til svona mikla pressu á hérna tankana hjá atgerum. Erfitt fyrir tankana eins og Daddy og Runga að svara fyrir sig þegar Finsi er svona ótrúlega eins og maður segir bara svona Finsi er ótrúlega Öflugur. Bara viss sjálfan sig, hann veit hvað hann ætlar að gera, hann bara gerir það. Og við veitum að communication hjá höfðingjum er ótrúlega gott. Þannig að en við vitum líka bara Avi, hann misti svolítið með þetta Faraberas, hann kannski hægt að bíða með það í smá út af því að þrír liðin hans var búin að deyja. Gæti hafa verið svo kallað svona miscommunication eða þínu panik ulti. Við sýnist að við sem að fara í Blizzard World sem sem atgerar velja. Það getur verið skemmtilegur leikur. Það sem er mikið upp að bjóða samkvæmt þegar Krissi er einn af þeim bestu svona hitscans á landinu samkvæmt kaftinunum í höfðingjum. Hvað munið þér velja? Við sjá hérna til bæði liðin er að tengjast leiknum og allt að verða klárt. Þeir eru bara að leika sér að það í byrjun, sko. Ég held að það er komin svona flugveldur upp í rassinn á atgerum. Já, nei, á atgerum eða ekki.
Skulum bara sjá hvað þeir ákveða að spila og hvers konar línu af hetjum þeir ákveða að taka. Þeir þurfa allan að spýta í lófanum sko í atgerum. Hvort þeir ætti að taka bara comfort picks. Já, við sjáum þetta Krissa á Ashe. Hann er mjög góður svona hitscan spilari. Þannig að sjáum hvað höfðingjar gera við Krissa. Og því að hann er yfirleitt bara frekar stabíll á hvað hann gerir. Það er ekki oft pikka nema að það sé önnur Widow í hinu liðinu eitthvað svoleiðis, en við sjáum að það er í höfðingjum þá er engin Widow. Það er bara Lil Gesto á Ashe, þannig að þetta er Ashe duel. Þá er bara spurning hver er öflugari Ashe playerinn en spilari. En það skiptir ótrúlega miklu máli að með tanknarnambi. Við sjáum hér að höfðingjar fara undir, taka ekki damage fyrir ult charge. Númeratinn hendur inn í fire charge. Góður neita hjá Krissa en heitir ekki neitt. Finnsi með enga búblur. Rungi þarf að setja pressu á liðið. Þeir eru með enga búblur. Hann ætti að vera að brála við þá nema að Lil Gesto tekur natta. Eftir að það var nýlega búinn að endurlífga Krissa þar sem GK er náða pikkan, en þeir eru þá 5 á móti 6 og vantar 1 healer. Oftast nota Nano á Runga. Þau þurfa að taka Mumrider, Finnsi er sofandi hana, bara sleeping on the job. Finnsi þarf að bakka, flott neitt hjá Krissa. Lil Gesto var akkurat rosalega illa staðsettur hann á liðans, var farið tilbaka og þá var bara við að vona að maður komist tilbaka í svoleiðis aðstöðum. Þið þurfa að stabilisa, að safna saman aftur fyrir ákveðin teamfight. Við sjáum að heyra að Finnsi er mjög sterkur og hann þarf að spila með liðinu sinni. Því sem Finnsi, Lil Gesto tekur Krissa, en Natti þarf að Daddy er fellinn fyrir Lil Gesto, hann notar 2 pick Lil Gesto. Hann er bara uncontested vinstra megin. Avi er að reyna að díla eitthvað damage, það gengur voða hægt hjá honum. Hann tekur þetta Finnsa, tekur Mumrider, en hann þarf að díla við núna við Lil Gesto og Nonsa. Flott graf hjá Daddy og þeir bara íta þeim af punkt. Þetta var mjög vel gert hjá atgerum út af því að þeir mistu sko Natta og Runga en náðu samt að koma tilbaka með Væsir frá Avi. Það var nú samt alveg gríðarlega tætt þar sem þeir voru komnir í 94%. Það mátti ekki miklu muna hjá höfðingjum. En við sjáum hér að þeir eru að fara að íta hart á atgera. Rungi, það er Bob Shatter, Daddy er Shatteraður, Rungi er Nanoaður, tekur 2, Avi tekur Finnsa, Krissi tekur Lil Gesto með Bob og Rungi tekur Nonsa. Þeir notu 2 ulti hérna í atgerum á meðan í höfðingjum þá notu þeir Bob og Nano. En þeir eru með Valkyrie og Shatter í höfðingjum á meðan eina ultimatið sem þeir eru með í atgerum er GKR, sem sagt. Það eru atgerar sem eru með Shatter og Valk hjá Mercy og höfðingjar eru með... Já, afsakið þetta, ég er að rugla þetta. Þeir eru með Dragon hjá GKR. Við sjáum hér að höfðingjar eru að koma í bakið á þeim. Frekar hatt. Finnsi sofandi, eina farin enn. Flott slíp hjá... Það er Krissi með 3 kill með…. Og Mumrider það bara að hoppa út af. Nei? Hvað
Hvað eru þeir að gera? Þeir 10 sekundur eftir, þeir þurfa að ná að snerta punktinn til þess að komast í overtime. Finnst sér reyna að halda þessu lífi. Þannig Hann ætti að falla hérna. 1-4, Já. ekki mikið sem hann getur gert. Akkurat. Lil Gesto og Nonsi komnir á Snertir. punkt. Hann snertir ennþá. Lítið sem að höfðingi getur gert. Þeir ná samt að halda sér inn í leiknum en það frekar stutt lifað. Afi hendur í Væsor og bara klára málið. Frábærlega vel spila hjá atgerum. Огонь по готовности. Score. Vel haldið hjá atgerum, þeir virðast hafa hisið upp sem buxunar eftir seinasta borð og ætla ekki að tapa Blizzard the World. En gaman að segja frá því að þú veist að þeir þurfa að ná meira heldur en 94,3%. Þannig að við vitum aldrei hvað höfðingjar svara fyrir sig hérna. Þeir geta tekið hvað sem og haldið lengur heldur en atgerar. Finnum gott að sjá Bastion. Virðist vera svolítið vinsæltið hindi. Mér finnst það mjög ólíklegt en við getum haldið í vonuna að sjá Bastion. Nei, það bara Nonsi á Moiru, Múmurættar, Rein, Lil Gesto á Hanzo, Finnsi á Zarya, GKR á Reaper og Strandaklopi á Lucio. Mér sýnist að atgerir eru með frekar svipað composition og í seinasta landi. Rungi á Rein, Ottes á Ana, Krissi á Ash, Natti á Mercy, Avi á Genji. Hann var reyndar svolítið ráðan. Daddy á Zarya. Sjáum hvað þeir gera. Við sjáum hér að þeir í höfðingjum eru komnir frekar framalega. Búast þið við þeim. Það svakaleg fæti í gangi. Þeir að svara þeir bakka bara. Þú voru að kíkja, bara kíktu hvað þeir viltu gera. Lil Gesto AFK, það ætti að vera að pása hérna. Lil Gesto, já, var AFK, við sáum þetta. Okay. Og við hendumst á aftur. Já, hann allt tappaði óvart, ok, allt í lagi. Þannig að, ok, þeir halda áfram. Rungi að halda pressunni á Múmurættar. Daddy tekur Múmurættar, Chris tekur Strandaklopa, Daddy tekur GKR. Og einu sem eftir Finnsi. Það komið eitthvað svaka dæmi hérna? Nei, held ekki. Finnsi deyr frekar hratt. Nonsi fellur, Lil Gesto fellur einnig enn. Einu sem eftir Múmurættar á ból að reyna að stóla og atgerar taka second map. Þetta var mjög svona leiðilegt fyrir höfðingja þar sem að Lil Gesto allt tappaði. Eitthvað sem allt tappaði þegar þú ert í leiknum og ítir á allt tap, þá ferðu út úr leiknum. Og við sáum það að Múmurættar var að reyna að setja skjöldin á Lil Gesto en einhvern veginn út af því þá töpuður eiginlega bara leiknum þetta borð, sko. Mjög leiðilegt að segja en svona gerist bara. Það þá 1-1 í stöðunni. Nokkuð jafn leikur eins og við vorum svona að spá áður en þetta byrjaði. Akkurat. Það næsta map Assault. Assault map sem sagt að þú þarft að ná 2 punktum. Punktur A og punktur B. Og það lið sem nær báðum punktum eða liðið sem nær mestu prósentunni áður en tími rennur út vinnur leikinn. Ef hvoru liðin ná ekki punkt eða ná 1 punkt og ná ekki
öðrum punkti, eða þess að punkti A og punkti B, þá er jafntefli og liðin fara í næsta borð. Finnir hvort að við séum að sé einhverju punktar frá Analytic Desk hjá honum Danna og Sigfinn sem þeir hafa einhverja punktar sem þeir hafa. Já, maður bara tekur eftir að Atgeir er alveg svakalega sterkir á hitscan og þeir eru bara að ná hægrandin allan tíma. Akkurat. Og þeir eru bara að ná að skjóta það niður bara endalaust og þeir eru að ná alltaf bara að pusha inn þarna, höfðingjar. En alltaf það var mjög svona leiðilegt að horfa upp á það þegar Lil Guesto var alltapaður. Já, það var svolítið... Já, og við sáum að þeir voru búin að plana eitthvað ákveðið. Já. Þeir vildu halda því áfram en einhvern veginn hann hefur örugglega verið með svona feita fingur eins og margir okkar hafa lent í. Já, þeir voru með eitthvað planað en það bara gekk ekki upp út þessu alltapi. Út af þessu alltapi, ég held að eina ástæðan okkur ok, ekki eina ástæðan reyndar, en svona megin ástæðan okkur að þeir náðu ekki svona momentumi er út af því að hann fellur svo hratt. Og þegar Lil Guesto er greinilega bara mjög góður DPS. Við erum búin að sjá það í kvöld að hann er að halda í Krissa og Avi með því að taka það út bara hægri og vinstri. Þannig að sleppt að missa hann svona snemma í randinu. Já, því hann var líka að spila Hanzo. Þannig að hann hefði getað fengið góð headshots á það í byrjun. Akkurat. En já, þá held ég að við hoppum bara í næsta map sem er Volskaya Industry 2CB eða 2 punkta map. Sem þýðir bara að þeir þurfa að ná punkti A og punkti B. Gekk hérna á stöðunni á leikmönnunum, sjá hvort þeir séu klárir. Já, þetta er greiðlega vel spilað hjá Atgeirum, komið akkurat með gríðalegum krafti inn í annað mappið sitt, eða annað mappið. Þeir voru miklu svona hnitmiðaðri miðað við í seinasta mappi, eða borði. Þú veist, þeir vissu alveg að hvernig átt að spila, þeir tóku bara hægrandið og einhvern veginn eignuðu sér það. Mér fannst Finnsi ekki vera með alveg jafn sterk gröf og þess að grafs og hann var með í fyrsta mappi. Ég held að hann hafi ekki fengið nógu mikið tækifæri á að byggja upp grafið. Það var ekki eins mikið bról og það var í fyrsta leik. Já, Atgeir náði akkurat að halda smá space á milli sín og höfðingjum. Akkurat. Náðu þá akkurat að neita þess að Finnsa ultimate charge. Og líka Finnsi var sofandi 2 eða 3 í þessum leik sko. Bara frábær slíp hjá honum Ottes. En í Atgeirum er Rungi komin á dífu, Ottes á Baptiste, Krissi á Ash, Natti á Mercy, Avi er á Bastion og Daddy á Orisa. Ég ætla aðeins að bæta við hérna, en ég er ekki alveg svona vongóð á það að Orisa skjöldurinn sé nóg að halda Avi á lífi. Já, það gæti orðið varasamt fyrir Atgeirina. En í höfðingjum þá er Nonsi og Ana Múmaræti á Winston, Lil Guesto á Fara, Finnsi á Hamstri, Hamstri, Gekár á Reaper og Strandaklópi á Mercy. Sjáum hér að Finnsi er komin í bakið á þeim. Þeir vita einhvern veginn að það er Bastion. Ætlar hann að ná búbbi, tekur engan út af. Avi er komin í stöðu inn í turret form. Rungi er að halda þessu á lífi. Finnsi að reyna eitthvað hérna. Þeir eru bara að leika sér að þeim hérna. Erfitt fyrir höfðingja að reyna að komast af Avi. Þeir eru akkurat að passa hann. Nonsa, Avi tekur GKR, Ottes tekur Finnsa
það er svolítið erfitt fyrir höfðingjana að disrupta þetta line-up af einhverju ástæðu þrátt fyrir að Lýsa skjöldurinn er ekki það sterkur. Þetta Rungi sé að matrixa svona ótrúlega vel. Þeir eru akkur bara að passa hann eins og lítið barn. Já, því að hann er mjög sterkt barn þá. Ná hakki á hana Avi og hann fellur. Múmurrættir fellur samt á móti og Daddy Björn fellur líka. Standardglópi tekur Ottes. Krissi að reyna eitthvað en hann fellur út á mappinu. Það er sem allt í lagi, það sem að þau þurfa að safna sér saman. Það var mjög hraður fight. Við sjáum hér að það er slíp á GKR. Þau taka hann bara mjög hratt. Hefði kannski þurft að bíða hans lengur eftir að geta orðið ósynlegur aftur. Já, en þú veist, Ottes bara spottar hann. Ég veit ekki af hverju að nota Voru ekki nær nonsa með þessu? Já, en það hefur betra kannski að bíða með þetta því að þú veist að þeir eru ekki með GKR þannig að þeir myndi aldrei fara inn til að byrja með. Núna er GKR komin á punkt að fara í bak. Þú veist, þeir eru búin að nota diabombið. Það hefði verið betra að bíða með það. Finnsi tekur Krissa. Sjáum að Múmurrættir er á örunni. Diabomb heitir ekki neitt. Rungi tekur standardglópa. En Finnsi tekur Runga. Bob frá Krissa. Múmurrættir þarf að fara út. Og þeir eru að halda frekar þétt núna. Bara mjög vel spila hjá atgerum. Ætla ekki að missa seinni punktinn. Það er akkur að spila mjög þétt saman. En eins og ég sagði, þú veist, það hefði verið betra fyrir þá að halda diabombunni. En já, gæti verið að hann skipti náttúrulega. Það gæti verið málið. Að bara hann vildi nota fyrir það. Þeir eru að Múmurrættir reynir að hoppa á Krissa en Krissi bara segir bara nei, ég ætla út. En GKR er í bakinu á atgerum. Með EMP ready, eða klárt. Já, Daddy er að leita af honum. Við sjáum hér að leysigeistinn er að fara út allt að leita af honum og þið greinilega heyrðu í honum. Þeir náðu líka að eyðileggja þessa translocatorinn hans sem að nota til þess að koma til baka og setja nýjan nýjan. Múmurrættir hoppar á Krissa og Natta. GKR hendur í EMP. Náðu einhverju út úr þessu. Natti fellur. Múmurrættir tekur 2, báða healerana. Það er standardglöpið með Lucio Beat. Finnsi tekur Daddy. Hann hittir ekki Bobba punkt. Það hefði verið ágæðis play hjá honum Krissa ef hann hefði hitt Bobbinum. En ég held að Múmurrættir hefði ítt honum aðeins til hægri. Sjáum að Rungi er komin yfir á ball. Graf frá Daddy. Hann fellur samt sem áður. Þeir eru að stóla þessu payloadi svolítið lengi. Þar sem að þeir eru Avi komin yfir á Tracer, reynir að tefja fyrir þeim, nærði ekki nú voða lengi en Daddy Björn komin yfir Winston, fellur líka Rungi og Natti mættir. EMP frá GKR. Divabomb frá Finsa. Þannig að reynsa út punktinn en Avi held sér inn á en fellur stutt eftir á og hefðingjar ná
seinni punkt með 1 mínútu eftir, eða cirka 1 mínútu og 8 sekúndur. Já, en þeir náðu hérna í atgerum að halda punktinum alveg bara í held ég sko 30 til 40 sekúndur hérna. Bara með því að fara 1 og 1 inn. Þú veist, kannski þeir vissu að þeir eru að fara að missa punktinn að fara 1 og 1 inn til að éta tíman hjá höfðingjum út. Þannig að þeir getu haft mögulega á því að íta að fara inn hraðar eða vinna leikinn hraðar. En já, við skulum sjá hérna línuna hjá sikkurum liðum ef að þú Lilja myndið taka hérna atgera. Við býðum eftir að Avi pikkir hero. En allavega ég get byrjað á tankunum, það er Rúki á Monkey, Daddy á Zarya, Ottes á Moira, Naddi á Lucio, Krissi á Ash og Avi er ennþá eftir að velja. Hann tekur Sombru. Og í höfðingjum þá er Nonsi á Moira, Moominrider á Reinhardt, Lil Gesto á Reaper, Finns á Zarya, GKR á Mei og Strandaklópi á Lucio. Sjáum hérna Lil Gesto upp á húsinu, hvort hann náði ykkur með það. Hann tekur Rúka bara mjög auðveldlega. Þeir byggust ekkert við þessu. En við sjáum samt sem áður Avi í baklínunni hjá höfðingjum. Hvort hann náði að búa til eitthvað ulti. Hann reynir að hakka Rein. Lil Gesta tekur Nadda, Lil Gesta tekur Daddy. Lil Gesta er bara poppin off, ef ég má segja á góðri ensku. Þeir þurfa aðeins meira damage í atgerum. Kannski þeir ættu að implementa Reaperinn. Því að Ash er ekki að ná að gera nóg mikið damage á þá. Avi komin í bakið á höfðingjum. Samt ekki hakki, er stoppuð. Hakkar Finnsa, sem er alveg ágætis hakk, þar sem að Finnsi er frekar sterkur spilari. Hann er mjög low, það er coalescence frá Nonsi. Og Finnsi lifir. En Krissi tekur stærðarglöpa. Það er Bob frá Krissa, coalescence frá Ottes. Lil Gesto og GKR falla báðir, virðist vera að höfðingjar ætla bara að gefa punkt. Sem er svona rétta spilið þar sem það er frekar slapp fyrir að gefa þeim meira ult-chats. Þar sem þið voru að nota 2 ulti. Þið voru að nota Bob og þið voru að nota coalescence. Þannig að betra bara að bakka heldur en að gefa þeim ult-chats. Sem er bara svona rétt spila hjá þeim í höfðingjum. Frábært catch á Dynamite hjá Moominrider. Hann las þetta alveg frá Krissa. En Lil Gesto er svona hidden gem greinilega. Það er EMP frá Avi. Kannski aðeins of snemma þar sem að liðið hans var ekki alveg komið í stöðu. Strandaklópi var akkurat tilbúinn með puttan á púlsinum á beat eða soundbarrier. Akkurat. Náðu það að halda liðinu sína aðeins á lífi. Akkurat, en líka bara þú veist að ég held að EMP-ið hafi verið aðeins of snemmt. Þar sem að þau voru bara í dyragættinni þegar í atgerum. Þeir gátu ekki fyllt eftir EMP-inu. Krissi að reyna að díla eitthvað að damage hérna. Við sjáum að Avi er komin í bak. Kannski nær hann hakki á... það er Blizzard frá GKR og Graf frá... Finsa, frá honum Daddy. Ekki mikið sem kemur til því. Notuð hana Earthshatter, Death Blossom Akkurat. Í höfðingjum. Svo notuðu líka Blizzard í höfðingjum líka. Þeir notuðu 3 ulti.
og þeir eru ekki með neinn últi nema Finnsi nái að byggja upp grafið sitt. Krissi er með Bob, Avi er með EMP, Otis er með Coalescence. Það gæti verið eitthvað ákveð ef þeir ná að spila betur saman, að tímasetja últin sín betur. Að Coalescence og EMP, Shatter frá Ruka, en Graf frá Finnsa til að svara fyrir þessu. Þeir eru að reyna að taka punkt, þeir eru alveg með punkt, þeir eru með 95% frá punktinum. Ná þeir að halda þessu. Daddy tekur standardglob og þeir taka bara punktinn svona. Með sko mínútu og 39 sekúndur meira heldur en höfðingjar. Svona geta 2CP, 2 punktar farið frekar hratt. 2 punkta borð. 2 punkta borðið er svolítið mikill skellur, sko. Það eru ekki margir sem fíla 2 punkta borðin út af því að leikurinn getur snúist við svo ótrúlega hratt. En Adgerar spiluðu þetta mjög vel. Þrátt fyrir að Finnsi hendi í frekar stórt graviton, þá einhvern veginn var ekkert svona, það var ekki fyllt upp. En það voru ekki margir lifandi eftir það. Hann var greinilega bara til að halda punktunum aðeins lengur. En það voru þegar 3 á punktunum hjá Adgerum. Þannig að lítið sem að Finnsi gat gert. En við sjáum hér að það er greinilega bara mjög svipað kompsulegt nema Avi er komin yfir á Soldier. Finnsi er á Dífi núna í stað fyrir Zarya og Mummirætt er á Monkey. Þeir eru að fara full dive hérna í höfðingjum. Ná þeir að executa það nógu vel, það er spurningin. Þeir eru að fara top right, eða top left, sem við horfum á það. Krissi fljót. Frábært anti hjá Otis. Otis er með antiinn á hreinu. Þeir eru að bíða í höfðingjum eftir að anti er búið. Fara tilbaka, hoppa á Nadda og Krissa, taka Nadda. Fylgjast og bara í bakinn á þeim öllum. Krissi hoppar út af. Það segir bara nei, ég er góður. Ég nenni sér líki. Já, og Avi fer líka út af. Hendi sér sjálfum út af. Bara self-report. Og núna hafa þeir 30 aukasekundur eftir að taka punktinn, þannig að þeir eru með 35 sekundur til að taka punkt B. Það fyrir eftir hvort að Adgerar ná að verjast ná vel. GKR er í bakinu á þeim að baka vandræði, nema GKR er í vandræðum. Hann er ekki með þrjástakveitir, hann fellur núna, hann deyr. Líka þess að tekur Nadda sem smáður. Mummirætt er á Otis, hann er í algjörðum vandræðum. Mummirætt tekur Otis, en það er bobbapunkt. Einu sem er eftir er Finnsi og Mummirætt. Þeir þurfa að sletta. Overtime. Finnsi er eini sem er eftir. GK reynir að koma inn, en þeir ná ekki punkt V í höfðingjum. Þetta eru mjög svona close leikir, eins og við sjáum. Það verður örugglega eitthvað svipað hérna þegar að Adgerar er að fara að gera árás núna. Já, en við vitum það að þeir eru með 2 mínútur, eina 47 mínútu auka heldur en höfðingjar eru með. Þannig að ef þeir nýta það nógu vel, taka punkt A nógu hratt, þá hafa þeir miklu meir líkur að því að taka punkt B. Það er svo mikið pressa á fólki þegar það eru bara 35 sekundur eftir að reyna að ýta hratt á punkt. Þannig að maður getur svona mist svona haus svolítið. Og akkurat þegar maður hefur svona lítinn tíma til þess að taka punkt, þá verður maður akkurat að vera mjög yfirvegaður og gera góðar ákvarðanir og vera ekki að deyja
án þess að fá eitthvað út úr því í rauninni. eins og við sáum að GKR, hann var spottaður af atgerum og erfitt fyrir höfðingja að koma upp þegar þeir eru búin að missa einn mann. En Lil Gestaður kom yfir á Hanzo, sjáum hvaða atgerar gera við því. Við vonaðum allt tapi ekki núna. Já, við vonum það líka. Þeir eru að spila þetta hægt í atgerum. Þeir eru bara að taka sinn tíma. Þeir eru bara að fara vinstri, svara höfðingi fyrir þegar þeir fara bara á Krissa og Nadda. Þeir náðum ekki, þeir eru bara beint á punkt. Lil Gestaður tekur runga, frábært shot hjá Nonsa líka. Einu sem eru eftir eru Daddy og hann reynir bara að koma sér út. Þeir náðu þá að halda fyrstu árásinni hérna hjá atgerum. Þetta var svona vel spilað í rauninni hjá atgerum nema út af því að Lil Gestaður nær runga svona svakalega þá liðið bara, við sjáum hér að þeir eru bara komin strax á punkt í atgerum, Finnsi fer beint á Krissa en Naddi er ekki að halda hýlunu á Krissa. Hann svolítið svona áttavildur, finnst mér. Rungi tekur Múmurætir, samt sem áður. Þóttu missi Krissa, GKR er í bakinu á atgerum. GKR fellir fyrir Daddy. Rungi tekur Sendaglóp og þeir taka punkt A. Þetta snerist hrikalega fljótt við. Ég held að sko ef Krissi myndi falla að þeir gætu ekki ítt af punktinn. En það greinilega bara ekki í rauninni. Þeir gáfu akkurat atgerum rosalega mikið pláss til þess að komast inn, ætluðu líklegast að fara í bak eins og GKR var að reyna en náðu bara ekki að klára verkið. Ég held að þau hugsuðu bara ok, Krissi fallinn þá getum við bara gert hvað sem við viljum en það er bara ekki raunin. Rungi að reyna að halda pressu á framlínunni. Við sjáum hér að Ottes er í góðri stöðu fyrir svakaleg andís. Flott blokk hjá honum Runga. Hann fellir samt smáður. Það eru 57 sekundur eftir. Þeir þurfa að bakka til að safna sér saman aftur. Þeir geta ekki ítt inn þegar þeir eru bara 4. En við sjáum hér í höfðingjum, þá eru þeir með 4 með ult. Lil Gestaður, Finnsi, GKR og Sendaglópi eru með ulti. Og þetta eru 4 mjög sterk ulti. Á meðan Avi þarf að búa til eitthvað hérna með Death Blossom. Því sem líklegast, kannski er Death Blossom graf. Avi tekur Múmurætir, Krissi tekur GKR. Finnsi hendir út Divabomb, tekur 2, Krissa og Ottes. Avi tekur Lil Gestaður. Finnsi tekur Runga. Þeir þurfa að svara fyrir sig. Ottes tekur... GKR hendir í Death Blossom nær samt engum en Avi fellir fyrir rest. Þá er það bara Daddy Björn og Naddi sem eru eftir á punkt. Já. Krissi er samt fljótur tilbaka og Ottes er hann að halda baklínunni og er að hjálpa liðinu sínu. Þeir eru að taka þetta í atgerum. Þeir þurfa að halda pressu á Finnsa. Finnsi kemur inn, fellur. GKR er að koma inn líka. Þetta er með 2CP. Og atgerar taka þriðja mappið. Og eru þá komnir í 2-1. Það er bara þannig. Sjáum hérna Play of the Game hjá Daddy Björn á Zarya. Það er þá hérna í lokin. Þetta var alveg flott ult hjá GKR nema það var enginn í kringum hann þannig að ekki mikið svona value frá honum. Þá fá höfðingjar að velja mapp á ný.
og mér sýnist að þeir ætla að velja Havana. Við erum ekki búin að lýsa því mappi hingað til, sem geti verið mjög skemmtilegt. Atgeir að fá að velja hérna attack og defend. Spurning hvort þið taki defend aftur. Já, þeir velja defend aftur og þá er spurningum að, já. En greinilega eru Atgeirar búin að, þetta var mjög vel valið mapp fyrir þá. Þeir eru greinilega búin að æfa það mjög vel. Og þess að Valskaya Industries. Og þeir tóku það bara svona, þetta var smá svona hiccup í byrjun, en þeir tóku bara svona léttilega þegar þeir voru búin að byggja upp tíman. Já, og þetta var akkurat bara tímamismunurinn sem að hjálpaði þeim að tryggja sigurinn. Akkurat. Það sem ég sagði bara, það skiptir voðalega miklu máli að hafa, við vorum með 1 mínútu og 37 eða 47 sekúndur auka. Já, eitthvað í það áttina. Og það skiptir svo ótrúlega miklu máli þegar leikirnir eru svona ótrúlega svona close, eða þegar liðin eru svona jöfn. Spurning hvort að Analytic Desk sé með einhverja punkta á þennan leik. Já, sko, þetta var náttúrulega gríðarlega tæpi leikir. Það endaði næstu í dráða þarna. En Atgeirar, þeir verðast að vera með aðeins meira svona pressu og damage output hjá þeim. Eins og Daddy Björn, hann var svolítið að hreinsa það upp að í endan. Og síðan náttúrulega hann Krissi svakalega sterkur á heitskarinu. Já, en ég sá líka bara höfðingjar vissu að Krissi er ótrúlega sterkur, að þeir voru að neita honum svolítið mikið í byrjun. Já. Og svo í endan það svona gleymdu þeir honum svolítið. Þannig að hann fékk eiginlega bara að gera það sem hann vildi, Já, þeir svolítið í höfðingjum, þeir mistu svolítið að því að vera svona að fókusa ákveðin target með henni. Já. Bara, eins og ég segi, bara gleymd honum smá og það, gefur Krissa svo mikið pláss fyrir að búa til space fyrir alla aðri liðinu. Já, eitthvað frá þér, Mr. Sigfusion. Já, þetta var nú bara frekar jafn leikur en þeir náðu alveg ágætlega á Bastion í byrjun, sem er svona búið að vera planið á þessum mappi, en höfðingjarnir náðu að countera það með dífu, þannig að þeir reyndu það ekki aftur, héldu svo ágætlega, en þeir voru með einhvern bara með aðeins meiri pressu og meira damage. Já. Akkurat. En já, þá er það næsta mapp, það er Havana. Atgeirar hafa ákveðið að byrja í vörn og höfðingjar fara þá í attack, og við skulum bara hoppa í borðið. Traveling to Havana. Og hér sjáum við að þeir eru bara að leika sér í byrjun. Það er sem alltaf leið. Það er allir leikmenn að tengjast og gera sér klára. Það sem það liggur rosalega mikið undir í þessum leikjum, að þessum leik sérstaklega, það sem að lið sem tapar keppir fyrir 3. og 4. sæti og lið sem vinnur keppir við böðlana upp á 1. sæti. Akkurat. Þannig að það er annarkvort bara að duga eða drepast. Akkurat. En við vitum það að Atgeirar eru ótrúlega sterkt lið og eins og við Steini hefum aldrei lýst liðinu hjá höfðingjum, en við erum búin að heyra góða hluti frá þeim. Greinilega, ég þekki bara Finnsa, en GKR er að koma sterkur inn með þessum Hanso sem hann er að velja. Og Lilgo Esto er að skjóta hausa sem Reaper. Hann er að standa sig ótrúlega vel. Þeir eru akkurat að skipta núna. Það er nefnilega GKR sem er búin að vera rosalega mikið á Reaper og Lilgo Esto á Hansoðunum. Þannig það er spurning hvort að... Já, Lilgo Esto var á Hanso í seinasta leik, já. Það er alveg þér. Og líka í Blizzard World.
Akkurat. Það er spurning hvort að þeir vilji eitthvað að þeir séu að skipta þetta að sjá hvor maðurinn... Við sjáum að Lil Gust að svissar yfir í Widow bara svona last minute. Þeir eru greinilega að skjóta skjöldin að passa að Múmurætir ná ekki að passa liðið sitt nógu vel. Þeir eru að halda svolítið, þeir eru svolítið defensively hérna í atgerjum. Þeir kannski ættu að vera meira aggressiv þar sem þeir gáfu svolítið og Afi tekur Lil Gust og það er kannski ástæðan okkur voru svona defensively. Gáfu þeim plássinn til þess að ná Lil Gust upp til þeirra og þá... Akkurat, en Múmurætir tekur samt með áður Dartibjörn. Múmurætir er að fara að harda Runga en Rungi svara bara hei, ég ætla að chargea þig inn í vegg. Gekko tekur Krissa. Finnsi er að halda góðri pressu á framlínunni hjá atgerjum. Gekko tekur Krissa, Gekko er greinilega bara að skjóta hausa hægri vinstri hérna. Nano á Runga. Shatter hittir einn bara Finnsa en það er nóg. Ef þeir taka Finnsa þá fellur yfirleitt bara liðið. Og þeir þurfa að baka. Þurfa í rauninni bara að endurstilla sig alveg, fá alla liðsmenn aftur til sín. Spila saman og reyna kannski að eiga við þessa framlínu hjá atgerjum, aðeins betur. Þetta var mjög svona óheppið hjá Finnsa að vera ekki bak við skjöldin hjá Múmurætir til dæmis. Og því að Rungi hendir í Shatterið hittir bara Finnsa út því að hann er fyrir framan skjöldin hjá Múmurætir. Og Gekko er akkurat búinn að pressa Krissa hérna til þess að bakka af high-groundinu. Afi tekur Finnsa. Charge en ekki það geti verið slæmt hérna fyrir Runga. Hann fellur samt sem áður ekki, hann bakkar. Ég held að höfðingjar hættu að refsa honum fyrir þetta. Að chargea inn í 4. En greinilega ekki á sömu blaðsíðunni. Finnst þér að koma sterkur inn hérna að reyna að refsa Runga. Rungi er búinn að vera sterkur í þessu leik. Það er graf frá Finnsa, það er frábært anti frá Otters. Afi tekur Nonsa, Finnst tekur Runga, Finnst tekur Otters, Krissi tekur Múmurætir með Bob og Krissi tekur Lil Gust. GKR með frábært headshot á Avi. Natti að reyna að koma sér út og Rungi að koma inn núna. Þeir þurfa að halda þessu frekar reglulega. Það eru 50 sekúndur eftir. Við sjáum hér að GKR er í bakinu á... Hann er sofandi. Frábær slíp í Otters. Það er Shatter frá Runga, hittir engan í miður en það er beat frá Strandaglópa. Shatter frá Múmurætir. Rungi að reyna að gera sitt besta að halda lífinu uppi. En þeir taka punkt A í þessu payloadi. Við sjáum að Finnsi komið bara fyrir ekki að snemma á framlínuna að neitar þeim svona plássið í atgerjum. Með því að taka svona snemma high ground ofalega þá geta atgerjar ekki tekið það nema þeir ætla actually að bara fara hard inn eða bara fara hratt inn. Múmurætir er mjög low, Rungi veit það, tekur Runga. Nei, Múmurætir, meina ég. Þeir ná að halda þessu frekar þétt. Þú veist að atgerjar er að spila mjög vel hérna í kvöld. Þrátt fyrir svona smá... Ef þeir missa einn, þá gefast þeir ekki upp. Við sjáum að höfðingjar eru að koma undan með high ground.
að graf á Dabdibjörn, það er bara einn í grafinu, henda í graf Dragon. Það er Blade frá Lil Guesto og Avi. Hann tekur 2, Krissa og Avi, nær hann Ottes líka. Nei, Ottes er lifandi ennþá. Natti er að halda hann á lífi, bara eins og að hann myndi deyja líka. Að Ottes hafi lifað þarna er góð sjón að sjá. Bob frá Krissa. Ottes tekur Lil Guesto. Ottes er bara potentially frá Ottes er insane. Sko, þessi anti-nades frá Ottes í kvöld eru búin að vera svo góð. Sleeps, anti-nades, hann er að halda þessu liði uppi að mínu mati. Þar á meðal Krissi og Avi en að bak við góðan DPS er góður healer. Já, ég raunir bara gott lið. Það er að ef að liðið spilar ekki vel saman þá getur verið rosalega erfitt fyrir DPS að ná einhverju á óvinna liðið. Akkurat. Shatter frá Múmirættir nærungaðan. Finnst nota graf til þess að drepa Ottes, algjörlega lokar á en Ottes drepur Finnsa. Já. Við séum að Krissi er hérna á sílóunum í bak að bara fríforma. Hann er bara frýr að drepa hluti. Það getur engin stelta nema kannski Finnsi reynir eitthvað hérna en Krissi er ennþá á lífi. Hann tekur Nonsa. Bobbin er komin út. Einu sem er eftir Múmirættir og Standarglobbi. GK er reyndar komin inn líka. Það er Shatter frá Runga. Kannski alveg óþarfi en nei, þeir taka bara randi, eða svona taka halda þessu randi. Mjög vel spila hjá atgerjum. Krissi algjörlega með frábæra staðsendinguna uppi á loka árásinni hjá höfðingjum. Líka bara þeir tóku ekkert eftir honum bara fyrir að það var of seint. Þá fór Finnsi á hann á Hammond en einhvern veginn það er of seint þegar hann er búinn að drepa 4 og neita höfðingjum að ýta bílnum lengra. GKR var samt alveg að fá mjög góð picks út árásana hjá höfðingjum en þeir náðu einhvern veginn bara ekki að tileinka sér árásana eftir það. Akkurat. Hann var líka að setja rosalega góða pressu á Chris akkurat að ýta honum af high ground hérna í fyrsta tjókinu. Sjáum hérna Avi er komið yfir á Hanzo. Hvort að þeir fara að henda í eitthvað kombo með Daddy. Sjáum hérna Lil Guesto komin yfir á As með Mercy Boost frá Standarglobba. Og liðinni eru bara aðeins að pota í hvort annað og reyna að byggja upp ultið sitt. Finnsi tekur Krissa. Eftir að Lil Guesto headshotar hann, þá tekur Krissi bara right click. Rungi tekur Lil Guesto með þetta flott sleep hjá Ottes bæði. Ottes er bara að halda liðinu uppi, ég er að segja það. Ottes er svo góður spilari. Hann er að búa til svo mikið play potential. Hann er að slípa, hann er að henda anti-nades, bara hægri vinstri, þannig að liðið hans getur bara gert hann að sé hvað sem er. Krissi samt ákveður að ýta hérna aðeins aggressively og tekur akkurat 2 í höfðingjum, tók Nonsa og Lil Guesto sem algjörlega bara opnaði puntatöku hjá
atgerum. Krissi að búið til smá pressu á frontlinjunni. Hann veit að GKR er vinstramegin og Finnsi. Hvort þið refsa Finnsa fyrir að vera svona ótrúlega aggressiv. Nema að höfðingjar eru að grúpa saman. Rungi tekur Finnsa. Múmirættir charger Runga, hann er sofandi. Það er sofa Rungi. Rungi er vaknaður, hann er að vakna og hann er að drepa. Sjatt er samt sem áður, en þeir taka 2. Þetta lítur ekki nóg vel út fyrir höfðingja. Þeir þurfa að bretta upp ermunum og gera eitthvað ákveðið. En við sjáum hér að Rungi er undir brunni. Hann er með Shatter. Það er Dragon frá Avi. Chris er mjög low. Shatter frá Runga, tekur Finnsa. Standardflampina er Ressi á Múmirættir. Chris tekur Lilgo Esto. Múmirættir tekur Otters. Og við sýnumst að einu sem er eftir er Múmirættir. Og þeir ýta alla leið. Það er bara leikur. Atgerar taka 3 stig. Það er bara þannig, það var 3-1. Þið greinilega fengu flugeldin upp í rassinn. Ég segi þetta nógu oft í kvöld. Að eftir fyrsta tap í fyrsta leik, þá greinilega atgerar segðu bara nei, hingað ekki lengra og bara breyttu hvað þið voru að gera. En frábærlega spilað frá báðum liðum. Hvort við ættum að henda í Viðtöl, tökum kannski höfðingja fyrst, bara kapteinn frá höfðingjum ef þeir eru til í það. En já, það er kannski spurning á meðan við erum að koma leikmönnum hingað inn í rásina hjá okkur. Það er kannski spurning hvort að Analytic Desk sé með einhverja punkta frá þessum leik. Já, það er bara, þetta er náttúrulega Havana, þetta er sterkt hitscan map, þannig að auðvitað náðu atgerar að græða á því með eins og Krissa og náttúrulega Ottes á slípunum. Nei, bara Ottes ég held að Ottes hafi verið MVP bara í þessu mappi hjá atgerum. Hann var að henda svo góðum anti-nates og slípum á höfðingja að þeir byggust ekkert við því. Nei. Þetta var bara þannig að það kom þeim í opna skjöldu, eiginlega bara hversu góður hann er. Já, hann náði góðu slípi og bara Reinhardt fór á hann og þeir bara það opnaðist bara fyrir liðinu bara geta pushað payloadinu. Akkurat. En já, heyri, Nonsi sem ætlar að taka viðtal hérna fyrir hönd höfðingja er mættur í viðtal. Hvernig ert þú, Nonni? Jú, þetta er bara, maður er bara góður, þetta var skemmtilegt. Það er ekki? Þetta var drullu gaman. Þið góðu upp sterkan, svona sterkt fight að móti þessu line-upi hjá atgerum. Já, þeir eru með virkilega gott lið. Já, þið stóðu ykkur bara ótrúlega vel og það eina sem var bara svona sem disruptaði ykkur voru þessi svona anti-nates og þessi sleeps, sá ég. Allavega. Já. Frá Ottes. Já, þau tóku svolítið á okkur, verða viðurkenna það. En, já, ég veit það ekki, þetta fór eins og það fór. Já, en annars bara, þið spiluðu ótrúlega vel. Við vorum svolítið óhefni stundum, ná ekki að klára fætin okkar bara. Já, líka á Blizzard World þegar hann allt teppaði úr Það var mjög óhættulegt. Lilgo Esto. Það hjálpaði ykkur ekki eiginlega svona, það hjálpaði ykkur 0 allavega með það. Það var ákveðin skemmtilegur í því sko. Já, við sáum það að þið voru með eitthvað plan í gangi, þið vildi vera aggro. Já,
Það var akkurat planið okkar að vera aggro og síðan bara hendi á sig úr leiknum. Já, það var svona ákveðin skellur fyrir ykkur. Já, það mætti segja það. Já. En hvernig, út af því að kom nú þetta alltaf, hvernig voru komsin þegar þetta gerðist? Var það... Þetta var... Það náttúrulega fór allt í smá rugl hjá okkur og leið og hérna leið og hann deyr þarna þegar við förum náttúrulega allir að reyna að hjálpa honum sko. Já, og deyjum í rauninni deyjum við það, þannig að þá bara hlógu að þessu sko. Við sáum Múmurættir að reyna síldan sko. Já, akkurat. Þannig að það er svolítið, þetta var, ok, ótrúlega leiðilegt, það átti að vera bara full pause þarna sko. Já. En þið kolluðu það ekki, þið bara héldu áfram að spila sko. Já, við svo sem, ég veit ekki. Ég held að ég hefur einu sem tekið eftir þessu sko, út af því ég er overview. Og ég sé hann bara standa þarna, ok, ég held hann sé AFK. Já, okkur einhvern veginn datt ekki í huga að hérna bara setja í chat, við vorum bara allir að reyna að koma til hans sko. Já, ég skil. Voru þið að plana eitthvað svona, hvað ætlaðu að gera, áður en að hann áður en allt tappaði? Sko, já, við vorum í rauninni bara að reyna að bakka tilbaka sko, regroup og fá allt hílið upp aftur. Akkurat. En hann náttúrulega, gekk ekki alveg. Hvað var planið, ef hann myndi ekki vera alltaf maður? Hvað var planið þarna, þegar þið fóruð allir saman þarna hægra megin? Ætliði bara að mæta þeim bara og brála? Bara keyra inn í þá sko. Já, það ekki. Það hefði virkað. Líklegast. Ég hef fulltrú á því. Já, það ekki. Jú, ég hef fulltrú á því. Segjum það bara. Já. En þarna ein spurning, þar sem að við hefum ekki fengið þig eða einn úr höfðingjum í svona viðtal hjá okkur. Já. Er eitthvað svona plön hjá ykkur að halda áfram sem lið eftir mótið? Það hefur svo sem ekkert verið rætt sko. Ekki þannig. Nei. Kannski gott að ræða það eftir þennan leik. Já, mögulega. Sjáum hvernig það fer næstu helgi og tegum það bara þaðan. En ég verð að hrósa ykkur fyrir bara að þetta var mjög skemmtilegt að lýsa og horfa á hvað þið voru að gera þetta því að bara eins og Finnsi, hann, í fyrsta leiknum, ég og Steini, við vorum bara sitst við borðið og þá Finnsi komið ulti, sko. Já, það er ótrúlegt að spila með honum. Ég bjóst ekkert við þessu, sko. Ég bara, það er bara grafa Finnsa, bara eitthvað. Það er rugglað, sko, hvað hann er insane spilari. Líka bara allir eins og hann Lil Guesto þessi á þessum Hanzo virkilega góður. Hann var að skjóta í hausa bara hægri vinstri. Akkurat, við höfum allir verið að eiga mjög góða leiki. Já, þetta var bara mjög vel spilað hjá okkur. Já, takk fyrir það. Kannski, já. Ég ætla bara að fara að hendi nokkra laufléttar eða allavega 2. Já, ok, en já, til þess að hafa þetta svona á léttu nótunum, en þá kemur svolítið controversial spurningina. Þegar þú færði morgunkotn, hvort seturðu mjólkina eða morgunkotni fyrst í skáluna? Morgunkotni. Það er rétt, ok, það er rétt að svarið. Það er bara eitt rétt svar. Er það ekki eina leiðin eða? Það hefur verið sagt sko, mjólkin fyrst. Nei. Já. Æi. Já. Það er svolítið mikið ægi ég skil það ekki alveg, sko. Nei, ég er ekki alveg að tengja við það, sko. En það er eiginlega bara eitt rétt svar við þessu spurningu, sko. Já, algjörlega sammála. Já. Algjörlega sammála því. En hvort að Analytics hafa einhverjar spurningar fyrir þau? Sigfinnur og Danni? Sko, önnur lauflétt, það er súkkulaðis af pifamyntu. Eða myntuís. Hvað segirðu? Myntuís eða súkkulaðís? Súkkulaði held ég. Já, það er líka rétt svona. Easy spurningu, sko. Hver vilja myntuís? Já, nei. En annars bara viljum við bara
við viljum bara þakka þér æðislega fyrir að koma í viðtal og þetta var æðislega leikur að lýsa og við vorum eiginlega bara svona að halda í ykkur heldur en að þið haldið í okkur, sko. Við vorum að reyna að lýsa sem við gátum, en það gekk svona á endanum. Það gekk á endanum, já. Já, það gekk á endanum. Það verður skemmtilegt að horfa á þetta aftur. Já, ég vona að það sé skemmtilegt fyrir ykkur allavega. En já, þá bara takk hérlega fyrir að koma í viðtal og bara gangi ykkur vel næstu helgi. Þið náttúrulega takið það, eða ekki? Ekki spurning. Ekki spurning. Klárlega. Takk fyrir mig og takk fyrir okkur. Já. Takk fyrir. Takk, bless. Bless. Þá ætlum við að fá hann Afi hingað. Hann er mættur. Hvernig ertu Afi innilega til hamingju með sigurinn? Takk kærlega fyrir það. Það er bara ég og allir í liðinu bara ótrúlega glaðir, sko, sáttir. Er það ekki? Jú. Þetta voru mjög svona close leikir eða svona nálægir leikir. Já, þetta er alveg rosa sterkt lið, sko. Þú veist, þið voruð, sko, þið töpuðu fyrsta mappinu, eða ekki? Jú, við töpum fyrsta. Já, og hvort að, þú veist, þið svo mistið ekki haus eftir það, þið bara, ok, við tökum bara næsta. Já, bara allir voru bara að segja bara ekki okkar mappi, bara förum harðar inn í næsta mapp og bara Akkurat. Þið völduð hvað var það sem þið völduð? Það var Blizzard World. Blizzard World og þið bara tókuð það bara mjög sterkt á defense til dæmis. Já. Þið bara héldu því bara nokkuð örugglega. Já. Og ekki mikið sem að höfðingjar gátu gert í því. Nei, já, við bara, ég er alltaf hissa við náum að full holda þarna, sko. Ég held að þetta myndi vera langar leikar á Blizzard World en við einhvern veginn, þeim drápu svona 3 í liðin okkar, þeir eru svona 5, ég veit ekki alveg hvernig, bara Mercy Pocket og Visor drap 3 og bara einhvern veginn náðum að klára þetta og svona. Náttúrulega Krissi og þú voru upp á high ground með Mercy-n ykkar. Já. Og erfitt fyrir höfðingja að reyna að kontesta það nema kannski að svissa yfir í dive. Já, það hefði örugglega verið frekar gott hjá þeim að switcha í dive. Já. Við bara vildum ekki gefa upp þetta high ground, sko. Nei, en þeir gátu þannig séð ekkert gert í því. Þið voru bara það uppi og það var ekkert contest á ykkur. Nei, það var bara free fire niður á það, sko. Og við veitum að Finnsi er góður í að byggja upp ulti en í þessum leik það var aðeins hægara heldur en sagt, sko. Já, Finnsi náttúrulega ótrúlega góður í þessum leik, sko. Bara insane player, sko. Já. og við veitum að Elgo Esto og hann hver er hindi BSN sem var? GKR held ég. GKR, já, þeir voru að reyna að ýta á ykkur í Blizzard. Já. En einhvern veginn það gekk svona frekar hægar og þið voru 3 saman eða 3 saman upp á high ground og þið pössuðu upp á hvern annan. Já. Þú ert með healing padið þitt, svo er Mercy að heala ykkur líka og svo er Ass bara að díla ótrúlega mikið damage. Já. En líka í Valskæja, Já. þá tókuð þið, bæði liðin tókuð báða punktana en þið voru náttúrulega með auka mínútu og 47 sekundur held ég. Og það skipti ótrúlega miklu máli fyrir ykkur líka bara, þá gátu þið slakað aðeins meira á. Þið voru ekki eins mikið pressa á því að taka punkt A á mínútu og punkt B á 35, skilurðu? Já. Við náttúrulega hefði meiri tíma þannig að það var miklu betur fyrir okkur við náðum að byggja upp ultimateinn okkar. Þeir hefðu svo lítinn tíma þeir náðu eiginlega ekkert að gera það. Akkurat. Eitthvað sem þú hefur verið að segja, Steini? Nei, nei, svo sem ekki. Þetta var bara gríðarlega vel spil og Krissi var held ég bara í S-inu sínu í Havana. Já. Já, og líka ég ætla að hrósa Ottes líka. Bara að henda út healer
dæminu hérna að Ottes var að henda inn svo góðum sleeps og svo góðum antis bara hálfa verið hellingur sko. Já, hann klikkar á unni sko. Það er svo mikið potential í þessu manni að hann geti actually bara farið í eitthvað contender-stæmi sko. Hann bara spila svo mikið GTA sko, hann spila svo mikið Overwatch, það ekki alveg nógu gott hjá hann sko. Spila hann bara GTA hann samt svona góður og annað, það er mjög skemmtilegt að heyra. Því að ég ætla að segja hérna að Ottes bara mjög efnilegur á Ana til dæmis. Hann að búa til svo mikið pláss fyrir ykkur með þessum antis, með þessum sleeps. Þú veist, það þarf hann ekki að hugsa í það að ykkur að hoppa á hann, fattarðu, eða drepa hann. Ef hann næri að búa til pláss fyrir ykkur með þessum antis og sleeps, þú veist, þá hann eiginlega bara safe, þá hann getur bara healað ykkur eftir það. Þá þið bara íta inn. Hann bara geggjaður sko. Ég veit ekki hvað ég hann segja annað hann sko. Já, hann er hidden gem, greinilega. Já. Golden Goose. Golden Goose. Hann er að leggja eggjum bara hægri vinstri, sko. Já. En annars... Það ein svona lauflétt, en svo sem ekki neitt rétt svar, en ef að þú værir að fara á eyði, hvað væru 3 hlutir sem þú myndir taka með þér? Ég veit það ekki sko, vatn og ég veit ekkert hvað að taka með mér sko, bara vatn og eitthvað svona mat sem að duga lengi. Survivalist og svona. Já, nei. Spilur þú svona survival leiki eða? Ég spila Forest, það eina sem ég spila sko. Aha. En já, vatn og mat sem endist lengi, þar hafið þið það. Avi survival. Þannig að beef jerky eða súrsaður matur. Já, survival expert Avi hérna sko. En já, þá ekkert fleira frá mér og ég held ekki Lilju heldur. Það spurning með Analytic Desk, hvort það sé einhver punktar eða spurningar frá þeim? Það reyndar ein pæling hérna, það sko, hvað gerist eiginlega með Bastionina á Defend of Volskaya? Signature movie. Bara, við náttúrulega getum alveg púla út Bastioninn á móti bara næstu í öllu, nema leið ekki með Sombra inn í mixið sko, þá bara eyðilegst allt sko. Það reyndar satt. Það eins og á móti böðlum, við verðum alveg að halda fast með Bastion og leiðið breytið Sombru þá rúlið þér yfir okkur sko. Akkurat. Bara Sombra svo mikið countið til Bastion. Já, ok. Já. En já, þá bara vil ég þakka þér kærlega fyrir að koma í viðtal til okkar. Já, takk fyrir að hafa mig. Og bara, þetta var algjör heiður að fá að lýsa og horfa á hana leik og bara gangi ykkur vel næstu helgi á móti böðlunum. Já. Bara takk kærlega fyrir að hafa mig. Já, bara gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Sem sagt... Já, við ætlum bara að fara að enda þetta en við viljum minna á að við verðum hér aftur í næstu viku á föstudag og laugardag klukkan 6 og svo klukkan 8 báða daga. Og það eru þá hreðjar og kartöflur í úrslitum í neðri deild og musteri og berserkir að keppa um 3. og 4. sæti, að keppast um 3. sæti. Böðlar og atgerar að keppast um 1. sæti á laugardeginum og tröll og höfðingjar að keppa um 3. sæti á laugardaginn líka. Já, sem sagt að neðri deildin á föstudegi og efri deildin á laugardegi. Já, þá bara viljum við þakka öllum fyrir áhorfið og við segjum það gott í bili. Hafa það gott og góða helgi. Og takk fyrir okkur. And we're off. Eitt sem ég gleymdi allt strímið. Fattaði miðjum leik að við gleymdum að bara kynna kasteltimið. Já, nei, þú veist, það var líka bara, þetta var mjög spontán, ég held að við værum ekkert að fara að kasta í kvöld, sko. En ég held að ég muni líka enda strímið mitt, bara svona, núna held ég frekar snögglega. Ok.
Er einhver sem við ættum að hósta? Einhvern svona sérstakur? Er einhver íslenskur streamer, kannski? Ég myndi taka einn íslenskan. Þekkir auðvitað. Það er hérna, hún hérna, hvað heitir hún, Actually Alda er að stríma, en hún er bara að stríma Far Cry. Já, það skiptir ekki máli, bara með íslenskur streamer. Já, íslenskt. Actually Alda. Ég skal senda... Hún er að fara að fá hjartafall held ég. En... Hérna, ég sendi linkin að þig, Já, ég er með það. Ertu með það? Hún er bara ánægð með þetta. Já. En já, ég ætla þá að enda streamið og reyta þá þessa öldu. Og ég ætla að defina mig alls. Ég vona líka að chatti taki vel á móti öldu. Hún er að... Ég ætla þá að defina mig. Sendi henni löf. Spyr mér. En heyri, þá ætla ég hreinlegast bara að fara að enda streamið hérna hjá okkur í Caster-teiminu. Þetta er búið gríðarlega skemmtilegt og algjör heiður að fá að lýsa sig og sérstaklega á Stöð 2 e-sport þar að meðal. Við verðum hérna í næstu viku líka á föstudag og laugardag klukkan 6 og 8 sikkur daginn. Kannski ekki endilega bara ég og Lilja, líka CMT og Ingi, eða CMT og Fúsi ásækið. En já, það verður svokallað Community Night núna á eftir líklegast. Það sem við spilum 12 manna Overwatch, spilum Among Us og Marbles on Stream. Þannig við vonum líka að sjá okkur sem flest þar. Og já, ég vil bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir áhorfið og þakka öllum kærlega fyrir followin. Þetta er búið að vera alveg einstaklega skemmtilegt. En við skulum henda hérna í raid. Fyrir 8 tíma. En já, við ætlum þá að hoppa yfir til hennar. Takk fyrir mig og góða helgi. Já, það kemur. Já, þá bara ætlum við að hendi í þetta. Já, eitt annað sérstakt shoutout fyrir GKR aka meistari meistarana.